Klukkan orðin 4 og það föstudagurinn 19. janúar. Vonandi góðan föstudag, elsku hlustendur. Við ætlum að reyna að gera hann aðeins skemmtilegri næstu 2 tímana. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti og bent á móti mér sitja tveir ágætis félagar. Annar heitir Steinþór Hróar Steinþórsson, hinn heitir Egill Einarsson. Og ég ætla að byrja á þér, Egill. Wow. Hvernig ertu í dag? Þeir eru á mér. Já, það veist það. Hann gælt það sem ég gera það. Ég ætla að hrista hans upp í þessu dag. Já, ég er svo nýr. Þú ert eins og nýr. Já, það er bara nákvæmlega hannig. Hefur verið betri? Einu sinni. Já, tvisvar. Já, fyrir einhverjum, 10 mánuði síðan. Já, hann líka þróast að jamma með sem að vil. Já, reyndar. Shit, hvað hafa gaman, það var eða það eitthvað. Wow. Ég má ekki eitt inn í byrjun. Ég glemdi, ég ætlaði náttúrulega að opna. Ég ætla að byrja að óska Tindastól til að hafa mikið með að vera bikarmeistari í körfubolta. Þú var líka að skrifa þetta svolítið af öðvingjan, sko. Skrifa þetta á þig, okkur? Ég gerði það brjála í rútin og leiðin í bæinn. Já, og sagði að Káur var að fara. Ég sagði að Káur var með eitt áhugamál, opna raskat á Tindastól. Það er dött núna. Og þeir hlustu út í rútinni. Ég hef aldrei séð að þeir reyða körfuboltamenn í einu leik. Þetta pökkuðu þeim saman. Já, þetta var bara veistla. Ég hef aldrei séð, ég hef liðið bara einbeitt á æðu minni. Við hliðin á Agli situr maður sem veit ekkert körfubolta en fagnaði Tindastól. Ég var ánægður með það. Steindi Junior, hvernig ert þú? Veistu, ég er fyllandi góður og fróandi fínt í dag. Nettur riðið þið samt ekki? Ég hef ekki verið betri. Fórst í bingo í gær? Riðið? Nei, það er ekki riðið mér. Varst þetta skammar? Var ég? Alls ekki. Ég var komin snemma heim. Var ekki virkudagur í gær? En sko, við vorum að fagna því að við vorum að forsýna steypustöðina. Egill, bara svo veitur það frétti að því að Egill lét okkur heyra það í brennslinu í morgun. Nei, bara að segja við erum alltaf að finna eitthvað til að fagna og eitthvað og við erum fyllibittur. Ég nokkuð vissum ekki sagt það. Ef þú fagnar ekki forsýningu á sjónvarpsþætti þá er nokkuð að. Við endum í keil. Það eru þessi litlu sigrar í lífinu sem skipta mestu máli. Ekki það er alltaf að finna eitthvað til að fagna svo sem. Bóndadagurinn dag, getur dottið í kvöldstændi. Það væri hægt, já, það væri séns. Maður getur fengið grænt. En jú, við fórum í bingo í gær og straka viti menn, ég fekk bingo. Já, það var púað á það. Hvað varstu? Ég fekk bingo. Sko málega er það fólk grunaði náttúrulega bara svindl af því að Sveppi var bingostjóri. En eini gallin, ég vann sko aðalvinningin. Hæ? Sem var hvað? Sem var enda með Við vorum 2 sem deildum aðalvinning. Sem var hvað? Hvað er aðalvinning? Sem var 100 svona innegn hjá Icelandair. Wow. King sem vil kann að halda bingo. Veist hvað Steindi gerði? Hann gaf henni vinningin. Já, ég gerði það. Og þetta fallega gert eftir það. Er ekki Steindi að verða rosalega baller? Kefti málverkur í viku síðan? Já, það er 100 skall með klík fyrir Steindi. Það er ekki þannig. 100 skall með Íslandi skiptir engum máli. Málega það, ég hef aldrei, hún var svo ánægð þegar hún vann og ég gat ekki tekið helmingir af henni. Steinþór kefti málverk á 400 skall. Nei, það er náttúrulega ekki rétt. Það er alls ekki rétt. Þetta er bara hreinrættu lígi. Það er svakalasta moves ég sé. Þetta er bara lígi sem þú ert að segja núna. En málega það, eina skita mín var samt í þessu bingo þegar ég vantaði eina tölu og mér búið vantaði eina tölu í 3 Steindi var löngu kominn með bingo. Svo sagði Öddi, hvaða tölu vantaði eiginlega? Af hverju færði hann ekki? Ég bara vantaði 71. Hann bara, hún er löngu komin. Hvað kannt ekki bingo? Hann var kominn bingo. Já, Hvað sagði ekki? Bingo. Ég hendi svo í bingo. En síðan sá ég Hvíslaður bingo eða þú trúið bingo? Ég sagði bara Hann öskraði bingo. Jésús, Ég þetta segja bingo. En svo sá ég þessa ungu dömu þarna. Hún var svo glöð með þetta að Þú varst málvið af glaðu sko. Já, fyrst þangað ég sá hana. Já, þú helst þú var einn með vinningin. Já, ef ég var einn með vinningin. Þetta er líka svakal klink fyrir Steinþór. Þetta er það náttúrulega alls ekki. Ég veist þessu ruglega. Herra, hvað verður í boði hérna í dag? Manstu þegar var ekki Naked Gun þegar hann opnaði skjalaskápinn og sagði bingo. Fann bingo spjöld. Það er þetta aðrið. Hann hvíslaði mitt bingo. Já, þegar Egill segir þetta þá höfður þetta að segja bingo. Þú ert ekki að kalla bingo. Það er sexy move. Ég veit ekki að það hefur verið meira sexy. En Rikki gef hann iPad. Já, ég hef aldrei sem mann jafn glaðan á æðum minn og þegar Rikki fann iPad. Það var heldur fyrir að púa á hann. Já, hann er rosa pú. Já, ég er púan líka að vera hann. Málega það. En sko Rikki lét eins og hann hefði unnið bíl. Hann bara byrja að sturta í þessu drikkjum og ég hef aldrei séð hann svona glaðan. En vissu líka, hann hefur aldrei átt iPad. Nei, ég samt að ángríns, hann tjúlaði sko. Hann sendi konunni bara, farðu og fundið rauðunarbuksunar. Hann var þannig. Hann var bara Ég hef aldrei séð mann svona glaðan. Nei, hann var úti til 5 í nótt af því hann var iPad. Hann var bara hann umbreytist. Svo gleymd hann iPadinu minn á klósti á keiluhöllinu og fattaði að þú voru mjög keilu. Ég hef aldrei séð mann hlaupa ég hratt yfir keilubreytinu. Og maður satt sé hvað hann hleypur hægt sko. Já, sko, það má þakka fyrir hann hrinti ekki fólki sem var í keilu þegar hann fattaði bara, iPadin, þá var hann inn á klósti. Það var ekki búin að stela honum. Nei, það tók hann ekki.
Þetta var hrikalega gaman. Þetta var gott kvöld og Það verður mushroom einhvern veginn aftur með bingo kvöldi. Ég held að þetta er einu sinni mánuð. Ég misti af þessari veislu. Ja, við verðum að fara allir næst. Ég lef Simma líka aðeins heyra og hann ætlar að breyta það eiga að vera fleiri vinningar og þá líka spil eins og 1L og 1X og svona. Þetta sé ekki alltaf heilspjald. Þetta voru 4 leikir, öll heilspjald. Málið þetta voru líka fáránlega stórir og flottir. Samt ólít King sem að vilja skýta með þetta. Já, við segjum nú ekki skýta en það má hrista hans upp í þessum. Við erum með rosalega þáttanleikur í dag, kæru hlustendur. Ber þar hæst, það er nýr stigagangur. Það hefur ekki verið stigagangur í langan tíma. Það er hárrétt og þetta hefur nú alltaf verið miklu uppáldi hjá okkur. Já, og þessi er æðislegur. Steinda ákvað að hringja og segja manninu sem býr fyrir neðan sig hvað konuna sé sætt. Það er eitthvað svo rangt að hringja hérna. Það er nettur Bjössi nágrann í þessu. Já, Kristján. Já, Kristján nágrann í þessu. Það er eitthvað skrítið að hringja og vera hérna blessaði meistari. Helvíti kona eitthvað. Ég langar til að heyra það er svo óþægilegt og lendir endur á topp nága. Já, ég lendi á góðum gæja en ég náði að fara helvíti langt með þetta. Ég náði að segja honum hvað konan hans væri hugguleg í 4 mínútur stanslust á þess að hann bilaðist aldrei. Ég bjóst að hann myndi Hann saltar hans takk. Já, ég bjóst bara við að hann myndi finna mig Svo er ég með kortmyndur frekar. Steindi sér myndur fyrir kass í dag. Egill að segjast alltaf að koma Simma Will eitthvað óvart. Já, hvað sem það er. Ég ætla að gleðja King Simma Will. Nýja bestu við minn. Svo er spurningakefni Gilsarans. Já. Hvað er í dag? Það fættist hugmynd. Ég var í viðtali í morgun í brennslunni. Já, sem varst að rakka á konið. Og ég sagði, þeir spurðu mig, verður spurningakefni í dag Gilsari? Og ég sagði, já, ég er bara ekki búin að ákveða þema. Þeir eru þið með hugmynd, spurði ég. Þeir sögðu, hvað með King of Social Media? Já. Ég sagði bara, geggjuð hugmynd. Já, nú erum við allir svolítið sterkir þar. Já, ég menna, þetta verður mjög spennandi og eftir held ég. Svo fyrir við í hver er líklegastur sem er alltaf hressandi. Ég hef eftir að semja spurningu þar, ég er í vesinni með það. Og svo ætlaðu að fyrir flottulagakeppni og já, Steindi, þú komst með þetta þema. Já, þemaði væri sem sagt. Þú varst að tengja þetta við eitthvað fréttir, eða ekki? Já, þemaði væri sem sagt, jú, nákvæmlega. Maður er búin að vera að lesa hérna fréttasíðunum að nú er fólk að hætta saman hægri vinstri og sem er alltaf frekar leiðilegt. En ef við félagarnir myndum lenda í break-upi, hvaða lag myndur þú spila til að fá konuna aftur til þín? Hvernig nærðinni með einu lagi bara komdu aftur? Og ætla menn að opna sig þess að ætla, eins og eigin, það þú taka eitthvað trúð á þetta. Til að vinna hann tilbaka þá? Já, ég ætla að vinna bara. Til að vinna tilbaka. Ég meina, segjum meil, gefum okkur það að þú færð það fréttir, konaðin er að fara frá þér. Þú þarft að vinna hann tilbaka. Ég þarf að senda inn lag. Og þú færð bara eitt lag. Eina sem hræðir með lagi sem poppar upp í hugunum mér, það er sko þið getur allt, þannig ég ætla að reyna að hugsa hvað hans betra. Follow your heart, sko. Ég segi, fyrsta lagi sem poppaði upp í þar, play it. Ég segi að við ættum allir að vera mjög einlægir í þessu og opna fyrir sig. Egil líka. Já, það er sjálfsögð. Þetta finnst mér eins og svalasta lagi í dag. Þetta er vinur okkar, Justin. Þetta er Íslandsvinurinn Justin Timberlake. Fóruð á tónleikana, Engil? Nei, ég fór ekki á tónleikana. Ég horfði á reyndar eitthvað í sjónvarpinu. Ég fyrir alla tónleika í kórnum heima við hliðinu og renni ég nokkur niður og ráa síðan út götuna. Þú fórst á Bieber líka tvisar, ekki? Jú. Ég fór á reyndar á Justin Bieber líka. Það voru lélegir tónleikar. Það voru bara mjög lélegir tónleikar. Hann var bara að sækja The Dollar. Justin nettis, hann var salur. Já, hann er svona meiri professional. Já, Bieber er bara úlingur. Það er eitthvað vesen á Bieber núna, eða ekki? Já, Bieber er Já, samt hann er í góðum höndum. Því hann er mikið með Patrick Schwarzenegger, þess að þeir eru bestu vinnir. Leiðan fór að hanga mikið með honum. Það fór allt down the seater. Nei, alls ekki. Það fór fyrst einhvern veginn að rúla eðlilega, sko. Það er svona eins og Patrick Schwarzenegger sé að reyna að setja Justin Bieber á sinn standard. Hvað gerir þessi maður þetta? Maður sem nú ertu með hann opin eitt, hvað stendur hann efst upp í headerdum hjá honum? Hvað er hann að leiki í? Hann var að leiki í einhverja Hann var að leiki í geggjana mitt, Midnight Sun. Flakkt að sjá hana. Og ég held að sé geggjuð. Hann leika með Bella Thorne sem hefur einmitt verið, sko, þau hafa verið linkuð saman. Er alltaf mikið romance á setti. Þið þekki þetta félag. Ég er að sjá cover á henni. Þetta er straight to DVD mynd. Er þetta straight to DVD? Þetta er segalegt. Herru, það er hins vegar komið að slúðri hér í FNÍ 5 blöð. Og ég ætla að byrja slúðrið á Miley Bobby Brown. Og þetta er sem sagt leikonan í Stranger Things, stelpan sem var hérna með aðalhlutverkið. Ég er aðdáandi, ég er að followa hann á Instagram. Fyrstu seríunni, já, frábær leikona og bara æðislega þættir, en sko, þetta, mér finnst, ég ætla aðalega að spyrja ykkur úti hvort að ykkur finnst ekki pínu skrítið að sé vera að fjalla þetta í erlendum slúður. Þetta er hérna blótum allt, sko. En hún er sem sagt byrjuð með söngvaranum Jacob Sartorius. Betur, hver er það? Þetta er flott að það nafn síðan, Jacob Sartorius. Sartorius.
Það rosalegt nafn. Þau eru vist að stinga saman nefjum. What's your name? Jacob Sartorius. Og það var eitt miklum tíma saman. Veitu hvað hann 9 ára? Við erum að googla hann. Hvað hann gammal? Sko, hún náttúrulega bara 13 ára. En hann bara svona 9 ára. Nei, hann 2 ára eldri en hún. Hann 15 ára. Erum við að tala erum við... Veitu, má ég spyrja það einu? Ég var ekki alveg að fatta hverju varst að tala við erum að tala 2 krakkar sem getur bara verið í Hagaskóla. Erum við að tala 9 ára krakkar? 13 ára krakkar? Nei, hún 13 og hann 15 ára. Þessna var ég að segja... Það er 7. bekk. Það er 7. bekk. Við getum allir verið foreldrar. Þess að ég að segja að mér stykkt að sé vera að fjalla þetta á öllum miðlum og svo kannski ekkit... Þau fljóta bara að vera úti að leika sér í ABC eða... Ekkit skára að ég sé að fjalla þetta og svo sem. En þau eru að vera stinga saman nefjum. Hvað gerir Jacob Sartorius? Hann söngvari. 13 ára söngvari? Hann vist ykkur barnastjarn. Hann 15 ára. Hvað þarf ég að segja gróft? Hann 2 ára eldri en hún. Er hann 15 ára? Já. Hann lítur út fyrir 9 ára. Já, ég er bara unglegur. Ég ætla svo innilega að vona kannski Google að gefa mig gamla myndir, sko. Já, það getur verið. Þau eru búin að vera í miklum samskiptum á samfélagsmiðlum á undanförnu. Það er sem krakka gera. Það spjalla saman þar. Hvað heldur þau að vera að gera? Heldur þau að skilja og til að vera eitthvað heimilisofbeldi og neyslu og heldur þau bara krakka, sko? Það er ekki verið að pumpa lífi hann inn á vændishúsi eins og þarna félaginn sem lendi sem var búin að gleypa í sig þetta tippatölvun og kókaini. Þetta er 13 ára strákur. Já, þetta er sem sagt slúðrið að þau eru eitthvað að byrja að hittast. Hvað áttu við? Þetta er fyrsta babyslúðrið. Varst að segja okkur basically að það væri 2 krakkar út í heimi að hittast? Ég var að segja það var ekki neitt meira? Nei, ég var að segja ykkur, mér fannst þetta steikt að vera að fjalla um þetta í öllum fjölmiðlum og ætla að spurja ykkur hvað ykkur finnst um þetta en þú ert alveg gjörsamlega búin að svara því þannig ég þarf ekki að spurja ykkur. Mér finnst það bara hræðilegt. En sko, ég held samt I know talent when I see it. Ég get sagt ykkur það að Jacob Sartorius verði the shit eftir svona 5-6 ár. Okay. Þetta er til á record. Þannig að ég ætla mér einhver rifja þetta upp eftir 5-6 ár. Það var næstu beat machine. Hann er náttúrulega orðin frægur, sko. Ég hef aldrei heitt þetta fyrir að við byrja að tala um þetta núna, sko. Nei, en þau eru allavega eitthvað nýtt barna celebrity par eitthvað. Þessi strákur orðin kynþroskastur? Ég er að horfa á hérna myndaðanum. Þetta er alveg bara ógeðslegt að tala um þetta og hugsa um þetta. Já, þetta komið gott. Hérna, David Beckham, hann segist aldrei allir Botox. Hann er 42 ára gamall, hefur aldrei notað Botox og ætlar aldrei í Botox. Og hann er með mikið að línum og rukkum og segist elska það. Hver aftur, ég datta þessu út? Hann mætti nú alveg David Beckham? Já, hann er ekkert aðeinslega sexy maður. Hann mætti nú alveg fiffa röddina á sér eitthvað með tímanum. Hvernig var fiffa röddina? Það sker hann kannski aðeins svona djúb. Það get ekki allir verið með röddina sem Vin Diesel, sko. Nei. En fyrir auðvitað röddina, ég meina, það er eina sem getur gagnrýnda fyrir, sko. En svo segir Beckham að andlitsþvottur og rakakrem er lykillinn að hvað hann lítur vel út í dag. Þetta segir hann það. Hann er náttúrulega búinn að fara í Botox og allar þessar aðgerðir. Nei, hann ætlar að eldast með reist, hann ætlar aldrei að sprauta sig. Það var þetta viðtal einhverja konu sem var 97 ára gömul eða eitthvað, leit út fyrir að vera svona 17 ára í sjónvarpinu daginn og hún var að tala um að drekka nú að vatni og fara að snemma að sofa og það er ekki þreytara en þetta Hollywood þetta kjaftaði, sko, eins og hann sé ekki með fullt af geðveiku læknum sem er að krukki í honum allan daginn. Hann segir ekki. Hann eldist bara svona svo vel, hann er með nóga hrukkur. Undir hnífnum. Ef hann væri búin að botoxa sig, þá væri ekki með hrukkur. Hann segir sig sjálf. Það færa lítalækna, hann skilur eftir viljandi einu og einu hrukku til þess að þetta líti þannig út. Sen er hann 4% fitta og alltaf, þú veist. Þú notar krem og... Já, einmitt, hann notar bara geða gott rakakrem. Einmitt, vil hann ekki bara segja okkur hvaða krem það er? Þegar þá myndum við allir vera svona eitt bara. Ef hann notar rakakrem. Heldur þú í 1 sekúndu að þú verið jafn myndalegur og Beckham og þú fengið sama rakakrem á hann? Ertu orðin eitthvað rugglaður? Ég held það ekki, en málið það, ég er að segja það. Ef Beckham er að segja okkur það, hann farið að sofa klukkan 9 á kvöldin, noti rakakrem og drekki nú að vatni, þá eru þið vitleysunni í hel. Það er bara svo leið. Það er búið að pakka okkur saman hérna. Það er lítalæknir undir rúmi hjá honum sem hann tosar upp af og til og lætur skera í sig. Já, svo er hérna loka slúðrið, hún er rosa mikið í slúðrið núna, Meghan Markle, hérna Suits-leikonan sem er að verða prinsessa. Hún gaf, Elisabethu drottningu syngjandi hamstur í jólagjöf og það slófist alveg í gegn. Jésús almáttur. Syngjandi hamstur. Þetta var ekki alltaf að gefa henni alvöru hamstur. Syngjandi hamstur. Þetta var eitthvað flippgjöf. Já, en er þetta ekki að tala um... Hamsturinn er lifandi og kann hann syngja það? Nei, hann er að tala um svona eins og Benidorm kallandi það til sem missa buxurnar og tippa. Hún gaf henni, það var hamstur í leðujakka sem hann gætt moonwalkað og söng fyrir drottninguna. Hvað ertu? Ég er með slúðurblöð sem ég held að þú myndir koma með út af því að þú ert mikill Kardashian maður.
Sástu þegar Ég var búin að segja, ég er með áramótaheiti, ég ætla ekki að fjalla meira Kardashian. Já, alveg rétt. Þetta er ömurlegt áramótaheiti. Sástu þegar hún pakkaði saman á Twitter Lamar Odom út af þegar komið hún og sagði burn Lamar Odom on Khloe. I knew my marriage to Khloe was over when she was on her second or third NBA player. Að skjóta á hana. Kim Kardashian quote tweetaði þetta og skrifaði or second or third brothel og komið 452,000 likes á þetta á Twitter. Hvernig getur líka Lamar Odom verið að rakka niður hans fyrirverandi þegar þurft að blási hann lífi á gleðuhúsi? Er það ekki sammingaði ég var að tala um á? Jó, hann var að skjóta á fyrirverandi konuna sín. Hún hefur verið að halda fram hjá. Þetta er sem var að pakka hún saman. En það Jason Starbucks, hvað sem heitir, hvað heit hann? Stólingurinn? Já. Nei. Hann á leiðin þangað. Jacob Sartorius. Já, hann endar þetta. Það er 100%. Þetta er flott. Slitsterkasta gólefni sem völ er á. Veldu Epoxy fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. epoxygolf.is. Ívar Guðmunds hér. Ég hélt ég kæmist aldrei í betra form en svo kynntist ég Walk On. Walk On, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Konta þess. Máta þetta fyrir mig. Þetta? Býtu. Nei, mikið er rosalega fínt maður. Hvað er í gangi? Nú það er nú einu svona bóndadagur, ástu mín. Jó, útherri, ármúla. Mamma veit best býður upp á fjölbreytt úrval af hágæða heilsuvörum fyrir alla fjölskylduna. Mamma veit best. Laufbrekku 30 Kópavogi og Njálsgötu 1 Reykjavík. Nú er tækifæri til að breyta til. 25% afsláttur af Gökkó innimálningu. Bíkó. Gerum þetta saman. Gulli kynni sér byggingu einingahúsa í Svíþjóð og hér á landi. Í Svíþjóð heimsækir Gulli verksmiðjur sem sérhafa sig í byggingu lítilla fjölbíla sem eru fullkláraðar í verksmiðjunni og síðan raðað saman á byggingarstað. Gulli byggir einingahús og smáhísi. Hefst mánudaginn 22. janúar á Stöð 2. Tryður áskrift í síma 1817 eða á 365.is. Það er húsasmiðjan sem færir þér Gulli byggir á Stöð 2. Gríftu með þér lágkolvetna brauð frá Gæðabakstri í næstu verslun. Gæðabakstur. Íslensk framleiðsla á springdínum í öllum stærðum síðan 1943. Svíðin í svefnin. RB Rúm, Hafnarfirði. Gæði og glæsileiki. Endalaust úrval af hágæða flísum. Flísabúðin. Stórhöfða 21. Málingar og réttingaverstaði sérflokki. Vönduð vinnubröð og góð þjónusta. Bílar og tjón, Skemmuvegi 44, Kópavogi. Horfðu á sjónvarpið hvar og hvenar sem er. Vodafone. Fyrir fólk sem elskar sjónvarp. Safaríkir og sóðalega góðir. Roadhouse. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Það voru skrítnir hlutir að gerast á meðan við vorum í auglýsingum. Já, það vægast sagt skrítnir hlutir. Fólk getur séð það inn á snappinu okkar, FM 95 Blö snappinu. Egil var að senda Sartorius 13 ára stráktum skilaboð á Facebook. Ég bara spurja hann. Rosalega skrítnir. Þetta lesi fyrir mig þetta sem hún sendir hann. Ég sagði hello friend. Fólk séð það líka inn á snappinu. Ég sagði we are 3 guys in Iceland under thanks. Is there possibility of getting an interview somewhere in the near future? We work in the most popular radio show in Iceland amongst young people. Best, Egil. Það er mjög basic. Það var mjög fróðlegt að heyra. Ég meina, veistu hvað? Ég held að geti vel verið að fá þetta viðtal. Það er ekki eins og ég vil segja bara 100%. Það eru gaurinni með yfir 1 milljón manns á Facebook. Það eru meiri líkur í að sé að fara að greiða í tagg. Það er hann sé að fara að svara allir. Hvað er þetta að séu margir krakkar að senda honum? Þetta er stjarna úti, sko. Já, en það sér allt í skilja på 1.40 þá kannski saxar hann það út. Hvað er þessi gæði að senda mér? Það sem ég langar samt að vita. Já, hann hefði bara myndið halda og væri bara með kleinurring og dónut. Þetta er alltaf einhver 10 ára stelpur sem 1.40 bara hörðu hvað er þessi að senda. En hérna, það kemur frekar svona red alert. Hvað í óskopunum myndir þú spyrja hann líka? Ég ætla bara að ræða við hennar gæða, því séðan er þetta shit og hérna fara hans yfir þetta með honum. Já, vonandi farið þetta viðtal. En það er komin tími á dagskálaðin hvort myndur frekar. Yes. Og ég var að vinna daginn með hvort myndur frekar djama með þessum með hinnum. Ég held aðeins áfram með það. Ég er með bæði djam og svo líka ætli að fara aðeins út í þinguna. Eru tilbúinir í það? Já, verður klárir. Mjög klár. Hvort myndur frekar taka þingudag með Davíð Oddsinni eða Sigga Sigurjóns? Þetta
Þetta finnst mér náttúrulega no-brainer. Ég sko, málið það, þeir sem þekkja Davíð segja hann svo rosalega skemmtilegur. Já, nú þekki ég Davíð ekki persónulega. En þeir sem þekkja hann segja hann sem mjög skemmtilegur. Getur líka verið fundið að vera þunnum með hann. Þeir segja hann sem þekkja hann hefði getið verið frábær leikar líka. Já, alveg staðfest. En Siggi Þú þekkir náttúrulega Sigga. Ég þekki Sigga og mér þykir vænt Sigga. Hefur leikið með honum og hann þú finnur ekki meiri toppnága. Nei, hann einn besta manneski Íslands. Já, og hann náttúrulega einn fyndnasti Íslandingur líka. Hann náttúrulega, þetta Siggi Sigurjóns. Fólk eru rátt að segja. Það kannski of létt. Þannig að fyrir mitt leiti, af því að ég náttúrulega þekki ekki Davíð, þá verði ég að velja Sigga. Já, hvað myndu þið vera að gera í þingunni? Já, það nú góð spurning. Mönns eitthvað og hlæja. Sippaður og lýsi. Ég veit að Siggi að fikta við veip eins og ég. Við myndum veipa saman. Það alveg pottjætt. Við myndum gera það. Alveg pottjætt. Við myndum horfa á einhverja góða ræmu. Ég myndi líklegast henda í mína bestu eðlu fyrir hann. Ég myndi sína hann Call of Duty, nokkuð góð maps þar. Ég veit að hann getur verið fínt með snæperinn. Ég held að það væri ekkert vesen. Ég held að við myndum finna upp á alveg endalaust. Við myndum kannski leika okkur. Við myndum fara yfir grín og horfa á grín. Hvað myndir þú taka Egill? Davíð eða Sigga? Þetta er tveir fínum almennileikar sko. En þess að ég sko, ef ég slappur daginn eftir, þá vil ég bara halda kjafti og hlæja. Og ég búinn að heyra það að Davíð sé frábær sögumar. Þú finnir ekki betur sögumar en hann. Ég hugsaði að ég geti bara setið, hlustað á good shit sögur og hlegið. Og þú þarf að taka Davíð. Ég tek kóngin. Ok, þá það djammið, hvort myndið fyrir ykkar eða yrðu það að fara með annarkvort mömmu ykkur að pappa á rosalegt djam í borgað eigin vali. Já. Hvort myndið þið taka? Sko, hvort myndir þið fara með mömmuðinu á djammið í Miami eða pappaðinu í New York? Já, ég meina pappi minn, hann drekkur illa. Já, sko, hann á ekki illa. Nei, en pappi minn fæ sér bjór, þú veist. Pappi minn hefur alveg heima og fæ sér einn og einn bjór. Mamma drekkur eiginlega aldrei. Ég hef aldrei séð mömmu vera að drekka neitt. Hún bara lítið fyrir. Hún svona eina af þeim sem finnst bara svona, það vont bragð af áfengi, til hvers ætti ég að vera að drekka það. Hún svona þannig sko. Þá lítur að velja hana, fá að sjá hana fulla. Það nefnilega máli, ég verði til að sjá hana fulla. Ég veit líka eins og pappi minn, hann hænuhaus. Það pappi líka með. Ég sé pappa minn drekka bara 4-5 bjóra og orðinn fullur. Þannig að ég veit að sko, ef ég myndi taka hardcore jam með pappa mínum erlendis, þá myndi ég gíska á það að hann myndi láta berja sig. Hann yrði bara einhvern veginn orðin ofurölvi og skilur ekki af hverju hann kemst ekki einhvers þær inn og hann yrði tuskaðu til kannski. Það er vesen bara. Það er vesen á hann. Þannig að ég myndi velja mömmu mína. Ég myndi fara með henni það væri líka bara svo nýtt fyrir mér. Ef ég myndi sko ekki það ég sé alltaf að sjá pappa minn ölvaðan, hann má ekki miskilast í það. Þetta er fólk sem drekkur nú voða sjaldan en ég hef aldrei séð mömmu mín að drekka fleiri en kannski 1 eða 2 glös. Það var mjög spennandi. Egill, hvort takir þú? Já, þetta er góð spurning. Þetta er bæði sippalveg. Ég vil taka í gamla kallinu ef svona fergar á leik. Þannig ég harði United maður. Myndum vöku okkur þessu okkur pub fyrir það. En ef við erum á ráfum í Miami, þá valdi ég að vera gaman að gera það með gömlu. Já, þannig að það fer bara eftir borg. Svolítið eftir borg. Myndur þú taka Kristján með þér eða Hatti? Sko, það er nefnilega, ég fór að hugsa þetta sjálfur. Ég hef djammað svona 1000 sem ofta með mömmu minni. Já, þannig að þú myndir taka pappa. Já, ég hef aldrei dott í það með pappa. Spila Já, og Múta oft búin að sippa í sig nokkur þegar við erum að spila Actionary og eitthvað sko, þannig að ég held ég myndi taka pappa, en hann er eins og pappi þinn rosalegur hænuðis, ég sé hann finna á sér eftir 2 bjór og þá var bara eins og hann er búin að liggja í því Nettur Richard. Já, Nettur Richard. Svo er síðasta spurningin og það er líka þingan, hvort myndið taka þinguna með Ívari Guðmunds eða Loga Bergmann? Já, sko, þetta þú ert að gera þetta helviti leiðilegt í dag og ert að neymdroppa rosalega góðum Það láta okkur velja á milli. Já. Sko, Ívar Guðmunds náttúrulega í fyrsta leið verður hann ekki þunnur. Nei, hann er mættur í ræktina klukkan 6 þegar hann er búin að vera í vodka Red Bull klukkan 4. Þetta er game changer en ég er búin að ákvæða mig núna. Málið er að ég, sko, eins mikið og ég elska Ívar Guðmunds, þá get ég ekki vaknað og hann er það hressa, hann er bara að fara að lappa upp á esjuna fyrir hádegi, sko. Það gengur ekki. Ég hugsa, ég sé fyrir mér órakaðan Loga Bergmann í sófanum með eina meat and cheese á bringunni, beðja krakkanum að þegja, hann er með hausverk, hann er með koktelflensu, sennilega búin að skýta eitthvað á sig. Ég myndi segja, ég myndi alltaf velja Loga Bergmann. Við myndum liggja til fóta í sófanum og taka marathon. Það bara að horfa á einhverja heila séru klárana á einu kvöldi. Egill. Já, sko, ég man eftir einu sinni þá tók ég staup með Ívari Guðmunds klukkan 5:45 í Reykjavíkuborg
Og þegar ég vakna Hvað gastu tekið staup 5.45? Nei, kannski búið að kekja ljósin og vælt út eitt staup og hérna síðan vakna ég og það býður snapp bara Ívar Guðmunds, hann var á skíðum í Bláfjöllum kl. 11:15. Þannig að þetta er ekki eðlilegt. Og meðan hann sjálfur heima bara að deyja sko. Hann mun láta líða svo algjör aumingja sem ég ætla að sammála Steinþóri þar sko, hann að ég held ég taki Logi Bergmann nettur haugur sko. Þetta ekki báði Loga. Já, og síðan Jón Edum það líka. Þetta er árið. Þetta er Rita Ora hér með sitt nýjasta lag Anywhere. Virkilega hæfileikarík sönguna hér að ferð. Ég er tím Rita Ora, minnst hún ókslega. Já, það er ekki tætt að hætta á hana. Nei, hún er fari. En það er eins og komið að stigagangin. Já. Og þetta er fyrsti stigagangun í langan tíma og sögum þess að Stapustin er að byrja eftir nákvæmlega viku. Fyrsti þáttur í opinni dagskrá næsta föstudag. Það eru pæltu því, hann er í opinni dagskrá. Já, ég fíla hann. Þannig að það er engin í dýrka þetta. Það er engin afsökun. Það er bara engin afsökun. Ef ég hitti ykkur sem horfði ekki að þáttinn, það er engin afsökun. Nei. Þannig að það verður í ræktinni eða... Já, það getur bara hótt á hann á tímaflaki eða eitthvað. Það er engin... Ég vill ekki hitta vini mína sem horfði ekki að þáttinn. Það er góð bútur. Þannig við ákveðum að taka léttan svona Kristján nágranna, nema hann er ekki að spyrja okkur út í strákin hans, heldur konun hans. Já. Og þetta er bara símtal í einhvern random náung út í bæ. Við skulum heyra bara hvernig þetta gekk á Steindanum í dag. Gísli? Já, Gísli minn. Hvað er þið? Er þetta ekki Gilli Bumba? Gísli? Já. Blessaðu Snæbjörn þetta minn. Snæbjörn? Býtum við, hver er það? Sem býð hérna fyrir ofaði. Þetta er Snæbjörn hérna nágranni. Já, ok, setjum við þessu. Blessaðu mistari, hvað er títt? Það er góður? Ekki? Já, ég vona að nú ekki heyrt mikið í mér í gær kvöldi, ég var að vera okkar að vinna félag heima. Já, nei, Steinsvar. Já, svast bara eins og barn, já, hann var ágætt, við vorum spilandi frammettir og menn voru hérna komnir jagemæstir hérna eftir minnætti og það var svona eitthvað vinnu fjör. Já, ég skilji. Svo vakna maður náttúrulega alltaf með aðeins í blóðinu og svona, þannig að maður ákvað að slá á þráðinn. Já, allt er góð. Já, heyrðu? Allt, já. Hérna, kona þín, hún Valgerður. Já. Ég tók eftir að, hérna, hún er helviti hugguleg núna þessa dagana. Já. Já, hún var hérna, er bara upp á sitt besta held ég. Já, nákvæmlega. Já, hvernig stendur á þessu með hana? Já, hún er bara að æfa og jóka og alla greiður. Já, hún er í því. Já, ég var einmitt að spá, jóka, já. Hvernig virkar þetta jóka? Ég er alltaf að heyra þetta jóka. Já, ég þekki ekki sjálfur, ég hef aldrei komið á því. Já, þú veit ekkert í þessu jóka þetta? Nei, ég var einmitt að spá, maður þetta koma til eitthvað formaður. Þetta er ekki hægt, alveg, maður er að mikla þetta í blokkinni, sko. Já, nákvæmlega. Já, hún er helviti hugguleg, hún Valgerður, hún er það. Hún er búin að taka sig á, held ég, síns mér. Já, það er, já, helviti, er hún seig fyrst mér, gamla. Já, er þú líka í jóka eða? Nei. Veistu hvað, er þetta eitthvað svona bara hérna á höfuborgarsvæðinu? Hérna þetta jóka? Ég sé víða sko, ég sé víða. Já, og... Það er misnátti stóður. Já, bara, já, þú meinar? Já, hún er rosalega hugguleg sko, finnst mér. Já, akkurat. Alveg, hún var hérna, ég mitt hérna í kringu, að snattast eitthvað hérna í kringu bílastæði, hún hafi ekki verið að koma úr jóka eða... Það getur verið. Já, hún var alltaf með svona íþróttatösku og fór maður að hugsa, hún er ríkalega hugguleg sko, alveg rosalega sko. Ég fórum í þetta að hugsa að maður þyrfti ekki að henda sér bara í jóka sko. Já. En svo náttúrulega maður alltaf að brjála að gera í vinnunni maður og þú veist hvernig þetta, maður var alltaf á ferðinni, maður hefur aldrei tíma fyrir sjálfa sig. Nei, það er bara það er alltaf eitthvað með einn svoleiði sko. En já, hún er alveg, hún er 10 í dag. Já. Hún fær 10 frá mér í mínu bókum sko. Já, okkur. Alveg, gullfalli kona, hún Valgerður, hún er það. Já.
Heyrðu, ég fer að víst að halda áfram. Já, heyrðu. Að vinna. Já, ertu að djöflast á fullur núna? Já, ég ætlaði að vona að ég hef nú ekki verið að tröfla þinn mikið. Nei, þetta allt í góð. Já, þetta svona, maður vaknar aðeins með því sem að ég var svona, maður fyrir að ringi í nágrana og hérna, hún bara alveg rosalega hugguleg, hún Valgerður. Ég bara varð að heyri þið með þetta. Ég bara, maður svona bara hálf skotin í henni, sko. En heyrðu, ég bið að heilsinni. Ég skilja því. Ok, segjum það, mistari. Allt við, já. Læsaður. Hann var svo góðu gaur, hann varð aldrei reiður. Hann bara sjalla að skila kveðju. Nauthóll býður upp á fjölbreyttan hádegis og kvöldverð. Nauthóll við rætur Öskjuhlíðar. Nauthóll.is. Og mér skilst að íslenska liðið sé með einfalt kerfi að vanda. Það lagt upp með að spila 5-2 sem þýðir 5 aðaltölur og 2 stjörnutölur. En það sama hvernig kerfi Þetta auðvitað hluta til spurningum hefni. Að hluta, stórum hluta, mjög stórum hluta. Potturinn stefnir í 8,4 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í hefni. Alla föstudaga. Segðu bless við rúðusköfuna og sest inn í funheitan bíl á hverju morgni. Webasto bílaheitarar, bílasmiðurinn Bílsöða 16, sími 567 2330. Tiesto í Silfurbergi Hörpu eftir 3 daga. Trillt umgjörð, hljóð og ljós á heimsmælikvarða. Sérstakir gestir, íslenski DJ-hópurinn Vibes. Miðasala á harpa.is/Tiesto. Tiesto í Silfurbergi Hörpu 20. og 2. janúar. Sena Live. Í kvöld á Stöð 2 So You Think You Can Dance og þar á eftir stórgóðar bíómyndir The Duel, stór og skemmtilegur og spennandi vestri af betri gerðinni með Woody Harrelson og Liam Hemsworth í aðalhlutverkum og Sacrifice. Hafðu það gott með okkur á Stöð 2 í kvöld. Ein stærsta útsala landsins í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta í 30 ár. Til að hann muni eftir þér, þarft þú að muni eftir honum. Það bóndadagurinn í dag. Jói Útherji, Ármúla. Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Crossfit. Sporthúsið. Við hjálpum þér að standa við nýjársheitið með spennandi vegan nýjungum á matseðli. Rendu við. Nesti á N1. Því þú þarft nesti í veganúar. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 Blö. Has this been going on? You've been creeping up on me. Oh, you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately. Það held ég, kæru hlustendur, já, vonandi flest á leiðin í helgafrí. Það einhverju sem þurfa að vinna helgina. Það þannig, en vonandi góða helgi, hvort sem í frí eða vinna. Við ætlum bara reyna að gera hann aðeins betri hér til 6 í dag, við drengirnir. Hér á FM. Hér á FM. Það segja oftar. Hér á FM. Hér á FM. Segja hvað fólk er að hlusta á. Mér finnst bara skrítið að segja hér á FM. En það geti verið einhverjir hlustendur núna sem í bíl að hlusta og útvarpstækið kannski bila, það sjá ekki tíðnina. Já, ég segi þeirra hlusta FM 95 Blö og FM 957. Já, þetta er góð mútur. Já, fínt mútur. Þú getur auðvitað að koma með sinna oftar hér á FM. Svona það sé 20 minna fresti bara þú ætti að segja, herru strákar, hérna ég var að spá hér á FM. Svo heldur þau bara áfram að tala. FM. Láta fólk vita á hvað að hlusta. Eins og töluðu allir plötsnúr FM. Já, en það hörru, nóg af því það komið að myndur fyrir cash og það Steinþór Hróar Steinþórsson sem sér hann í dag. Takk fyrir það og hér á FM. Þetta er hér á FM og málið það, ég vandaði mig hrikalega mikið við þessar spurningar því að þú er aldrei verið með það. Aldrei verið með þennan dagsskóla, mér fannst það heiður að við varum hreinskilir. Og ég skal gera það mest að greiða æfina. Ég ætla að leyfa þér
Hann nota trailerinn minn í dag. Takk fyrir það. Jú, það er allir góður. Ég hef aldrei fengið að vera með dagskrárliðin. Ég var til í trailer. Ég er góð skap, ég ætla að leiða hún á den dag. Viltu trailer? Já, 2 á móti 1, það er trailer. Hann er alltaf lang. Ok, við spilum hann ekki allan. Já, bara, þú veist, þetta er rosa moment. Þetta er ekki það langur, sko. Would you like to have pockets full of cash? Ég var nú smá. Cash! It's cash! Would you be bold for $1 million? Það er ennþá 1,5 mínúti eftir þessi rusli. Ég er bara að gleyma hversu góðu, sko. Hann er einhvern veginn betri þegar ég er að stjórna þessum dagskrárlið. Þá finnst mér trailerinn vera alveg geggjaður. Já, hann peppaði upp. Ég einhvern veginn skil hann loksins þegar maður er svona að fara að stjórna þessum dagskrárlið. En strákar, myndir fyrir Cash, boði Steinda Junior í dag. Er þið klárir? Hér á FM. Hér á FM. Og fyrsta spurningin, þetta eru 3 eins og venjan er. Og ég varð að tengja hana við minn mann. Trailerinn ennþá í gangi, sko. Það er undir. Það er mjög þægilegt að hafa undir. Ég varð að tengja fyrstu spurninguna við Björgúl Tór. Wannabe vinnin. Já, ekkert wannabe neitt. Nú, er það vinnir það? Já, ég myndi segja að við erum kunningar. Nei. En ég myndi segja að við vitum af hvorunum. Já. Minn heldur að þú ættir að vera honest, heldur að hann veit ekki alveg hver ég er. Ég veit hver hann er. Já. Við vitum alveg hver þú ert. Já, þá er þetta mikið auðvitað. Ég er bara engan áhuga að kynast þér. Nei, það er bara að hitta hann til krónu, hann býr í Mosó. Leiðu að hitta hann í krónuna bónus. Hann veslar ekki í krónunni. Hvað heldur hann vesli? Heldur hann kaupir sér bara hambúrgara sinni í einhverju flottri húsgagnarveslinu? Hann kaupir hann bara til maturubúð. Ok. Herru, allavega. Sko, hann er metin á, ef þið skrifið á netinu, networthið hans. Hann er 1,8 B. Það er billions og það við erum að tala sko rosalegt til að þýða þetta yfir þá er það 185 miljardar. Wow. Hann er metin á það sko, hann á ekki 1 miljard, hann á 185. Já, það er það sem hann á. Hann geti hent einum og verið sama. Já, og hann er númer, ég fekk Egil til að googla þetta fyrir mig. Hann er númer 249 í heiminum. Hann er á topp 300 yfir ríkustu menn í heiminum. Alla manneskjur í heiminum. Þú ert að hissa hann ekki að hanga með þér. Og sko því ofar sem hann á listanum sem meiri líkur er, minni líkur er að fá að hanga með hann. Það er hæðileg smá, ég veit ekki hérna. En nú ætla ég að spyrja ykkur. Hvort heldur hann vilja fyrir ekki að hanga með David Beckham eða Steinda? David Beckham. Ég meina, af hverju samt? Þannig David Beckham. Já, ég meina, en haldið að maður þurfa að eiga svona mikið pening til að hanga með hann? David Beckham er bestið vinur, sko. Þeir eru límdir saman, allan daginn. Hvað átt þú að vera að gera þarna með þeim? Hvað ég var að gera með þeim? Sýttu út í hotni og segja brandara það? Nei, akkur ætti ég þurfa að gera það? Akkur ætti ég þurfa að vera eitthvað trúður? Akkur geti ég ekki bara verið með þeim að gera það sem þeir eru að gera? Akkur þetta ég alltaf að vera eitthvað að meti frá þeim að vera hérna með eitthvað skrýtna hatta á trúðanni? Þú verðust einn þú er að vera bara sko raunsær með þetta. Já, ég er bara... Einu sensin er að fara inn sem trúður. Og þú veist, og þá átti líka ágæti sens. Hvað munur það? Hægt að vera trúður? Þú getur verið að fýblast eitthvað í engaþóttunum, en hann er með öllu ríku vinnum sínum. Þú getur verið á tippinu og þurfa að henda peningið í hlæjandi, sko? Ég bara er ekki til í það. Ég er að segja, þú veist, ég er bara... Þú þarft að verða class clown. Þú þarft aldrei að sitja við hliðin á henni vel með vindil og spjalla bara, sko. Álega það, við erum bara nokkuð líkir gaurar, myndi ég halda, svona inn við beinið, sko. Við erum bara svona einhverjir umræðan komið bara til Björgólf Tór, ætlar ekki að stjórna dagskrárliðið. 200 í bekk, þú er aldrei farið í bekk. Ég tek 80 í bekk. Nei, þú náður ekki 70. Nei, jú, ég náði 70. Ég tók 78 eða eitthvað. Og Logi Bergman pakka það saman. Ég þarf að fá rematch. Sko Egil, ástæðan fyrir því, nú ætlum ég bara að segja að það er alveg kallt og þú verður bara að taka það á kassan sjálfur. Þú lest mig hit upp alltaf mikið. Þú skeist, ekki ég. Þú lest mig hit upp í klukkutíma. Þetta nægir þá að geta lifta mér. Herru, en allavega, sko, áðurinn fyrir að spyrja ykkur með spurninguna. Ok, hann á 185 miljardar. Hverja var að líkunar? Nú voru ég ekkert að grínast. Okay. Ef ég myndi hitta á hann og við myndum fá okkur kannski eitt sjús og eitt vindil og við myndum segja, herru, nú ertu ekki nískur maður, myndur þú tíma að gefa mér kannski, ég ætla að vera raunsar, myndur þú tíma að gefa 10 miljónir 10 íslenska miljónir? Nei, ok, segjum bara, 100 miljónir, það er 1/10 af miljard. Akkur ætti hann að gefa þér það? Það myndi ekki finna fyrir því. Nei. Það myndi ekki finna fyrir því. Þetta væri fyrir mig eins og gefa bara eitthvað klink. Ok, þetta væri life changing amount fyrir mig. 100 miljónir, var það ekki, finnst ykkur ólíklegt? En ætti hann það ekki frekar að gefa þetta eitthvað gott málefni, heldur hann að vera að dæli þig ykkur? Nei, ef ég hitt hann bara á góðum degi, ok. Þú ætti að koma með heldur góð ástæði fyrir hann að gefa þér 100. Já, ok, segjum það, ok, getur þú gefið 10. Það er líka myndi breyta öllu, ég myndi bara fá gefist 10 miljónir á morgun.
Fyrst þetta laumaðurinn sem clown áður þú getur spurt þessu Jesus, ég veit ekki að tala um þess að trúða um það. Já, ég ætla að taka spurningu. Þetta er fyrsta spurning í myndunum fyrir Cash. Já, það er ekki byrjað. Já, þetta er að byrja núna. Hann er metin á 185 milljarða. Þið myndu fá nákvæmlega það sama. Við erum að tala um að það hefur aldrei verið jafn há upphæð í þessu þætti. Ég segja bara já, sama hvað þetta er. Ég segi já. Ég segi já, við sér að gera þetta. En þú þarft að heyra spurninguna. Hún er alveg svolítið, þú þarft að hugsa þetta. Já, bara ef ég þarf ekki að fara upp á. Þú þyrftir að vera fristur í 200 ár. Fristur í 200 ár. Þannig að þú kemur aftur, þú ferð á morgun í kælinn, þú kemur aftur. Bara svo Walt Disney. Já, bara þú kemur aftur eftir slett 200 ár. Foreldrænur dánir, sískinniðín. Hvað er gaman að eiga $1.8 billion ef ég næði ekki að njóta með fólkinu sem ég elskar? Þú gætir hitt börn. Já, frábært, þekki þau. Má ég ekki frista einhverju félaga og familíuna með það? Ekki familí, ekki félaga, ekki neitt. Það er þetta inn á verðtryggðum bankareikningu. Þetta er ekki að ég kom út og þetta er svo, ég get með 1 bjór þegar þetta búið. Það var alveg skellur. Ok, við orðum við þannig, þú kemur út og þú ert í sama sæt og hann yfir ríkustu mönnum heimi. Fristur í 200 ár. Nei, þetta er, ég held ég myndi segja já við hverju sem er, en ég ætla ekki að fara að frista mig í 200 ár. Ég meina, ef þú satt spáir í því, hverju ertu svo sem að fórna með familíunni? Öllu. Hvað er gaman? Þú ert búin að ná 40 árum með þeim, you had a nice run, sko. You had a nice run. Ég er 37 ára, sko. Já, ég meina, viltu taka þessi 30 ári viðbót með þeim? Eða viltu vera a billionaire eftir 200 ár? Já, einn. Já, þú náttúrulega Þú eignast nýja celebrity vini. Ég myndi halda það. Ég meina, hann er að hanga með David Beckham. Þú myndir líklega að kaupi bara vini. Þú myndir hanga með einhvern. Maður verður líklega svo eins og Wesley Snipes í Demolition Man. Hann var fristur, hann mætti að vera strípaður og Þetta er hart nei hjá mér. Þú myndir örgulega með þess að fásum svo hann mætti tilbaka með 12 kunnáttu. Þannig að þú ætlar ekkert að sjá dóttina bara fermast og vaks úr grassi og þú ætlar að koma bara fristur eftir 200 ár og vera ókslega ríkur. Ertu í alveg bara að hugsa þetta? Ég á ekki eins og barn og ég gæti svarað þessu sko. Það er ekkert í hausnum að það er. Hann er náttúrulega líka Hann er bara að hugsa þetta alveg geðveikt. Það sem er að þvælast fyrir honum með það er að hann er að fá 1,8 B þegar hann vaknar og fristi. Og eftir 200 ár þá vantarlega fljúandi bílar og þú veist upplifir aðra tíma, góða tíma. Pottet, skemmtilega tíma. Þú veist ekkert um það? Ég hef ekki hugmyndu en Þannig ég mun eiga, þú veist, fljúandi bíl sem verður geggjaður. Já. Það er ekkert víst, svara þessu bara. Þú ert basically, segjum það, þú ert einhvers staðar í fljúandi Eina sem er erfitt, ég þarf að læra alltaf tækni, þú veist, ég verður svona eins og afi sem er að læra á iPhone. Það er eina sem er erfitt og þú ert að læra á tæknina þegar þú kemur út, en familíu. Þú ert með 1,8 B á reikning, þú þarft ekki að læra. Já, ég ræði bara einhvern assistent að ég kenna með það. Að sjálfsögðu. Það hljóma mjög vel, I'll take it. Ég ætla vonast þetta grínast. Ég veit þetta minn aldrei komu og þið verður ekki bóðið þetta, en ég ætla vonast þetta grínast. I'll take it. Ég var hann kaldur með. Þetta er hæsta upp að sögu Já, enda átt að frista því 200 ár, bara fara að kveðja alla. Já, en eins og ég segi, það má ekki heldur vera að rauna yfir ákvæmum. Ég ætla reyndar að vona að þú kemur eftir fristingu eftir þessu 200 ár og verður aðeins skárri í kollirum. En kannski getur hann bring the family back ef hann á 1,B. Ég meina, hvaða tækni er til sem við vitum ekki af? Hvað gerir Björgólfur það þá ekki bara? Næri nokkra þetta sem eru dánir. Þá er komið að annarri spurningu í mynduru fyrir Kess og það er töluvert lægri upphæð og hún gæti verið svo lægsta hingað til. Það er 150 skall sem er í boði. Það er nú ekki droslega. Helviti er þetta úr ökla í eira hjá þér. Ég veit það, þetta er ekki há. Þetta er eiginlega bara nei, einhvern veginn. Já, en sko, enda þetta er ekki svona heyrið þetta. En ef þið eru með það er nóg til hjá þér. Þú nefnir ekki svona heyra spurninguna. Nóg til, hann alltaf frista sig fyrir billions. Hlustum á þetta. Ok, ég meina, þetta ætti að vera gefins peningur ef þið hafið ekkert að fela. Þið fáðu 150.000 krónur fyrir það að leyfa almenningi akkurat núna að skoða historið í tölvunni ykkar. Þið þurfa að fara núna í browserinn, history, gjöru þið svo vel, Ísland. Þetta er ég búin að vera að skoða síðustu vikuna. Já, síðustu viku. Síðustu viku 7 dagar. Síðustu 7 daga. Þú fær 150 skall í umslagi right now að þú myndir leyfa almenningi að skoða browserhistoríði. I'll take it. Þú tekur það. Saklaus internetmaður, ég fíla það. Ekkert vesen á þér. Allt saman einhvern veginn bara eðlilegt sem þú skoðar. Ekkert annað síðustu viku. Þetta er alltaf bara same shit hjá mér. Twitter, Facebook. Já. Þú ert ekkert eitthvað mailið. Mjög spennandi vika. Þú ert ekkert að duttast í einhverju skrýtnu. Ég er ekki að tala um að þetta sé bara eitthvað viðbjóð og svo, kannski ertu bara að skoða eitthvað sem er förðulegt og vilt ekki að fólk vita því.
Það er góða punktur. Ég held ég mun treysta mér þetta sant. Já, þetta er já hjá mig líka. Þetta er 150 skatt að baða. Til hamingjum með þessakar, þetta var bara gefin saur. Það var það þriðja myndir fyrir cash. Myndir nota skítuar nærbuxur af dagskrárstjórinu Rikka G sem kotta í 1 ár fyrir 30 milljónir. Guð minn góður. Ég meina að skýta, þetta ekki bara að tala nota Það er skítur en aðra. Ekkert skítur en aðra, ég er að tala samt ef hann er búin að... Er hann búin að skýta í sig? Hann er ekki búin að skýta kannski í sig. Ég veit ekki, er hann eitthvað í því? Nei, hætti þessu. Nei. Segjum ok, gefum okkur það, hann er búin að vera duglegur núna, auðvitað tók hann í gegn og hann er búin að tálka af sig kíló. Gefum okkur það, hann sé búin að veiga rosalegan dag í ræktinni og það kom kannski svona lítið bremsufall. Hann bara svona lítið pröf. Og hvað var þetta í 1 ár? Þetta er 1 ár og þú náttúrulega mátt ekki þóðara milli. Þú nota þér sem kotta og við erum að tala samt að háa upp að þið. Þetta er 30 Ég held ég taki þessu sko. En byrju, má ég vera með þetta ón á kotta? Já, þú mátt alveg vera með kotta. Og þetta liggur bara ón á kottanum. Og ég er með andlitið í nærbuksunum hans Rikka G. Í bremsufari, já. Ég ætla að taka, ég segi já. Þetta tekur já. 30 millur. Já, það er þú tótt að finna lykt af rassinum hans Rikka áður og sofa alltaf. Sett bara eirað á það. Ég veit, það eru margir sem að liggja með andlitið og þessu sko. Það eru margir sem að lusta, ég held að þetta skipt sem eirað, ég segi bara nakan. Já, sömur finnst þetta er ógslast að segja hirt, aðri segja auðvitað, þetta er ekkert mál, það er ekki millilega það. Auðvitað finnst þetta ekkert mál. Ég þarf að segja nei við þessu. Enda nóg til á Gilsson. Hér eftir smá stund þá ætlum við að Egill ætlar að koma Simma Vill óvart, hann ætlar að skrá hann inn á einhverja síðu og ég er mjög peppaður. Þú myndir láta frista þig, djöfull er hjána mig. Gott í magan, gott í sálina. Serrano. Fresh, happy, max. Ég er að drepast úr kvefi og krakkandi líka. Ég verð að fá með Steribar. Það bjargar okkur alveg. Steribar nefúðin fæst í öllum apótekum. Smakkaðu Aldin vatnið Ava. Hvernig hreina ávaxtabræðið springur út í tæru létt kólsýrðu íslensku vatni. Aldin vatnið Ava. Það nýjasta frá náttúrunni. Ein stærsta útsala landsins er í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, af öllu hjarta í 30 ár. 20% afsláttur af öllum prívorkátum. C4 á 3.990 og The Ripper á 3.990. Sportlíf í Glæsibæ og sportlíf.is. Útsalan er í fullum gangi. Name it Kringlunni og name it Smáralind. Vasseldir vetrarhanskar á viðráðanlegu verði. Segðu það hratt þrisvar. Fossberg. Regluleg umhirða og viðhald hækkar endursöluverð bílsins þíns. Við þjónustum Volkswagen og Skoda. Bílsson-verstaðið Kletthálsi. Happy hour, happy hour, happy hour. 4 til 7. American Bar. Staðurinn 5. Dóminos-deildin fer af stað á föstudag. Og við verðum í beinni frá Mústad höllinni þegar grannarnir í Grindavík, Keflavík mætast. Ekki missa af Kjartani Atla og félögum í Dóminos körfuboltakvöldi strax eftir leik. Á full force allar eða tryggðir áskipti sem 1817 og 365.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Hard Rock í Reykjavík. Tappi Tíkaras með útgáfutónleika í Hard Rock kjallaranum. Laugardaginn 20. janúar. Sérstakur gestur er Mike Pollock. Miðasala á tix.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er föstudagurinn 19. janúar. 19, er það rúllettu talaði á því stundi? Nei, það er það. Það var hárrétt hjá þér. Það er eina mínu tölum. Ég þarf að segja ykkur rétt. Ég vil helst ekki vera að tala. Þú hólkar svolítið á hana. Já, ég bara, akkur er að tala um það núna í beinni? Það skiptir ekki máli. Það er óþægilegt fyrir mig að vera að tala um svona. En annars erum við í Fantagír drengir. Ég ætla að skrá King Simma Will á First Date. Ég skráði þig svona á Blondale. Já, ég máður að skráða ágræðlega. Ég er ennþá á tölvupósta, það fekk ég hugmynd. Be til account fyrir King Simma Will. Meða við áriðið sem þú fjöxt hann inn. Getur ímyndað hvernig það verður King Simma Will? Getur hann ekki bara séð um þetta sjálfur? Getur hann séð um þetta sjálfur, en maður á vini sem gera manni greiða stundum stöðning. Ég held að sérst ekki að gera Simma greiða frekar en mér á sínum tíma þú varst að skrá miðaninn, og líka ætla ég að taka það fram að það var ekkert allt vittlust þar inni. Einhver ein og ein sem voru að senda það. Já, þú varst highly successful þannig.
Og sko, ég að vinna í reikningnum hans Simma, því ég Ertu að búa til reikning? Já, ég er búið til reikning Bara maður heldur og gætir ekki verið bilari Það bringar eitthvað svona Ég fann geggjaða mynd á honum En heldur ég alveg að þetta rosalega Það verður ekki lengi Ég segi, það verður allt vittlust En heldur að Simmi vil ég vera á first date? Dating sig Ég held að fá ég SMS eftir þátt Takk kærlega fyrir mig, þú mikli vöðningi Ég að lofa Ég stóri ef það Og ég byrjaði að máli, ég þakka sér aðstof Ég að horfa á hann að búa til prófæl í tölvunni Þetta geggjum sko, ég ekki komið mikið texta En ég ætla að vera bara með Sigmar Vilhjálmsson A.k.a. King Simmi Vil A.k.a. Money Sim Og það var þá svona strik og Money Sim Það nýja nikkið Money Sim Það fyrir útlendingarna sem kannski tengja ekki mikið við King Simmi Vil Ég skrifa Vil eins og Will Smith með tvöfaldum Ég held að vera að vinna mikið með SMM Self-made millionaire Ertu fann að vera með Money Sim Þetta er svona boxaranikni Money Sim þetta rosalegt nafn Ég ætla að kalla Simma Money Sim Síðan kemur bara svona info Og þá skrifa ég bara Born in Egilsstaðir Far, far away from Reykjavík Born with nothing Born with nothing Það basically Þú voru að gera grein fyrir því Hann fættist ekki bara og var settur út í einhverju vöggu eins og í Batman Returns Hann fættist bara og var bara ólst uppur bara eðlilegu heimili Já, ég veit það En þetta ætlar að skrifa Born with nothing Nei, síðan ég með Born with red hair and an empty bank account Kem ég aftur í hann aðeins neður Eins og allir Hvað fæðist með fulla bankareikning? Málega, ég þau marga vini sem er fóreldrar sem skáðum bakari eða hvað skilur Eru miljardamæringar Þeir fættust En hann, þú veist, hann fættist ekki með krónu Hann er self-made Og það ætlist að vinna svolítið með hana Og ég vandast að bara hæð þyngd augnalitur Við erum að hjálpa með þetta Hvað er King sem við vil Getur ekki sér hringt í hana? Viltu ringi hann? Við erum ekki að fara að ringi Hann náttúrulega gefur aldrei leyfi og sér að fara að gera þessa síðu sko. Njóta því að hérna Ég vil hafa þessa hlut á hreinu Hvað ætla að sé hár? Ég veit ekki, 1.92 Hann er stór Hann er 1.92 2 metrar á hæð Já, ég myndi að hann er ekki yfir 2 metrar á hæði Hann er kannski 1.90 Hvað ætla að sé þungur núna kallinn? Hann er mjög þungur Já, hann náttúrulega, þú veist Hann er stórbinótt Hann er með rosalega ham Já, sko, hann er náttúrulega Hann á hamburgerstað og pítsustað Hann er ekki skrítið að hann sé smá hálur Já, en hann er samt ekki feitur Hann er stór, hann er stórbinótt Verður við ekki að setja í info I own a bowling alley Jú, það er mjög sterkt Greið Hvað er skemmtilega nú að fara að date bara Herðu, ég var fyrir Keilu Já, ég ætti að geta redda Ég ásalinn Það eru líka hérna að gera eitthvað 3-4 bestu pítsu heimi Þetta er eitthvað infoið En settu líka own my own burger joint En pizza joint Já, en pizza joint Burger joint Á ég að ringi hann? Já, hringdi hann Ok, en ég ætla að ringi hann Ekki segja við múið setja að opna reikninga Því að þá bara skellir hann á Byrjaði bara að spurja hann hvað ertu hár Já, ná því upp úr hann áðurina Þetta ég þarf ekkert að samþykja við honum Ég er búin að búið til fake e-mail og allt sko Ég er með Sigmar Vilhjálmsson 12@gmail Það er bara klárt sko Jésús Hvað heitir hann áttur? Money Sim og Sen ég líka með King sem vil og það ef að skilja ykkur að íslakadömmur það þekkja hann undir því namni sko Já, ég veit Money Sim er svona erlenda namni það mér Það mennar íslensku dömmur það þekkja hann ekki undir Money Sim Þú meina það Það þekkja hann bara undir King Sim Sigmar Halló, já Sætt þetta vinuðinn Egill Einarsson Hvað segir kongurinn? Ok, nú heyr ég strax að það hefur verið að baka góðið. Hvað er það? Það er engin trúðaskapur í dag. Þetta er bara við félagarnir. Ég þarf bara að fá, þú ætti að svara 3 spurningum fyrir mig örstutt. Hvað er þetta hár? Ég er 1,89 og hálfur. 1,89, ok. Egil held þú væri yfir 2. Já, ég giska á 2 metrar. Þú trekkar hávaxinn. Augnalitur? Augnalitur? Já. Gráblá. Hvað er þetta þá? Gráblá? Það er geggjað. Það er þetta rosalega Það er mjög gott, gráblá Það er við sjálfgeft, það maður ekki aðtegli Gráblá Og þyngd sirka Þú mátt að, því það er ekki að hafa það mjög nákvæmt 112 kíló 112 kíló skafin 112 kíló skafin, það er glæsilegt, þetta er það sem ég vantaði Viltu ekki hafa þetta þá 90 kíló, 99 Ég er að gera það smá greiða Ekki setja 112 Ég er að gera það smá greiða En hann er samt Hann er samt Ég gerði það einu sem ég tegist að gefa fór illa Aldrei að ljúa til Nei, það er góða punktur Já, ég er að skráði á hérna síðuna Firstdate.com Vantaði þessar upplýsingar
Hvað sagðirðu? Ég er að skráða hérna vefsíðu hérna. Ég er að fara að koma þér basically mestu veislu æfiðina, sko. Kingsið með vil áttur að elska vöðvingjan eftir þennan dag. Gleymdi hugmyndin. Nei, sko þetta er, mér vantaði þessar 3 upplýsingar. Ég er með allt annað upp á 10. Ég hef verið áreitur illa undanfarna dag út af þessu Instagram story sem gerður í glútaðinni. Ég er að fá bara bréf. Pósta bréf. Lestu fyrir hann bæjóðir? Ég er bara eftirfællir. Sem er, bara svo veitur það, ég er að stoppa Egil. Ef þú heyrir hvernig hann er að lýsa þér á þessari síðu, það er hræðilega, veist hvað erlenda nafnið þetta er? Já, stákar. Money Sim. Money Strik Sim. Það er ekki einu. Ef ég er svo mikið sem nafnið inn á okkur í vefsíðu á þínu vegumegi, þá rýn ég úr í Lindbein. Þetta er nú samt, það er nú algjör óþar að hóta ofbeldi, Kingsið með vil. Þú getur lesið fyrir hann fyrstu 4 línunar. Ég er að gera það, þetta kallast að gera góðverk, segir maður. Ég sagði þið, born in Egilstaðir, far away from Reykjavík, born with nothing, kemur hérna fram. Ég set tunnel í bæði eyruna og á heimasíðu. Ég held að það verið peppaði fyrir þessu. Nei, peppar, ég sagði þér, hann myndi aldrei gefa góða á þetta ef ég myndi hringja hann vitlisingur. Við sögðum það báðir. Ok, ég lofa þessu með þetta fyrir ekki. Sko, segð mér, við skulum hugsa þetta eins. Sofum það á þessu. Ég má ekki vera að þessu, ég vera að afsluga hakk. Sofum á þessu. Gaman að heyri þér, kongur. Hann er búin að skella á. Já, hann bara skiljanlega, hann hefði engan húma fyrir þessu. En sko, bara svo veitir það, öllugan er sleppt við núna. Hann verður í alvörnu reiður. Já, þanga til. Þú ert ekki að fara að setja þetta. En þanga til að fara að dælast inn skilabóð. Nei, hvað er þetta? Viljið þetta? Hvað er þetta rugglaður? Ég skil ekki enn að þetta lag hafi ekki orðið heimsfrægt. Þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum, bara sveið með það. Þetta er ekki þá eðlilega gott lag. Þetta er mjög gott lag. Það verður gaman að fá eitt svona smell frá henni viðbót. Já, hún er með nokkra. Þetta er líka bara, eins og ég segi, ég held að þetta sé bara eitt af mínum uppáhaldslögum. En þeir að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og við drenginu þökkum ykkur kærlega fyrir það. Ég sá að setja á Twitter með Simma. Ég hugsa sem langt hann byrði að taka út. Ég var bara að segja út að hann var að senda mér Snapchat. Þið vóið ykkur ekki að setja þetta. Ég setti prófálmyndinu á Twitter sem að, þú veist, ég nota á first date. Og þessi prófálmynd er svartkvít og ég hef ekki séð svona sexy mynd. Það sést líka á svona mynd, þessi gæi er a millionaire. Það sést þetta ekki ykkur auðmikið, sko. Þannig ég valdi, þú veist, ég leitaði lengi. Þetta er geggjumynd. Og málega, ok, sem ég verður reiður núna. En býttu bara þegar hann verður komin í efstasæti og það mennur rátt að ránkaður hversu, veist, hann inni. En þú náttúrulega settir ekki síðuna það? Settir hann inn? Ég er mögulega búin að ræðum það eftir félagarnir. Ég veit meina að við tökum follow-up í næstu viku. Þá held ég að Sigmar verður ekki pyrraður. Hann heiti Money Sim, er alveg, það er surreal. Ég segi Sigmar Vilhjálmsson a.k.a. Money Sim, segi ég, hann er kallað. Hann er kallað það, já, einmitt. Also known as. Nefnið þið einn annan gæi á Íslandi sem fættist með ekkert. Ég kom krummaskut á land þessu alltaf. Og Keiluhöll. Fættist með ekkert. En það er náttúrulega strákar, svona... Áttu Keiluhöll blöð, þú fættist á Söðakröki. Áttu Keiluhöll? Nei, ég var ekki Keiluhöll. Áttu pizzastað? Nei. Áttu hamburgerabólu? Nei. Ríðu þig í gang. Hvað er ég þá auðmingið eða? Nei, bara tattu Simma vel til fyrirmyndar. Hann er entrepreneur. Ég var í 70 mínútum eins og hann. Já, út af honum. Hann tók þið inn. Þú storkaði hann í 3-4 mánuði og hann tók þið inn til þess að shut your mouth. Mér finnst það að á hann ekki höfð missa blöð einhvern veginn að vera meiri svona þakkláttuð í kongin sem bjóð hann til. Ég er þakkláttuð Simma, það hefur alltaf verið. Ég veit ekki alveg. Ég er bara ekki að kalla hann Money Sim. Það var eitthvað skrítið ef þetta væri að reka hamburgerastæðina á hodninu. En það ekki? Nei, samt. Þá var hann að fara í samkeppni við Simma. Það gengur ekki. Nei, hann opnar einhverjum allt unnum stað. Nei, fabrikan er allstaðar. Þú veist alveg að Ötti borðar ekki hamburgera. Nammiti. Hann fæst einn og einn. Það tekur nammita. Já, hann getur opnað nammibúð. Ötti getur verið Ötti er nammigrís. Hann getur verið... Það er ekkert feikuð það ef hann myndi opna nammibúð.
Nammi grís. Hann nammi grís. Ég hef síðan að fara í Hagkaup og kaupa tróðufulla póka nammi. En það þetta bara því að það listgrein hjá mér. Ég held að sé enginn á Íslandi betra að gera bland í pókinn ég. Það reyndar ágætis. En það styttist hér í flottulaga keppnina og það svaða þema hjá okkur. Þið þurfa að vera á tánum hér og eftir elsku hlustendur og hringja 511-0957 fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Þjóðin stjórnar þessu. Þjóðin stjórnar og hvað var áttu þemað? Þemað að vinna tilbaka konuna sem ný farin frá þér. Og þú fær bara eitt lag, ímyndaður, konan farin frá þér, þú fær eitt lag. En hvað ertu þá bara að senda henni lagið með einhverju svona... Þú mátt ekki senda kveðju með henni eitt. Þú sendir bara eitt lag og hún þarft að bræðin í hjartað. Þannig að textin ég þarf að hugsa þá lag þar sem að textin svona einhvern veginn að segja henni í sagnina Já, einmitt. Eða kannski bara lagið. Þetta er basic, ég lítur þannig bara, maður sendir bara link, ekkert eitthvað með. Þetta er bara blúm. Ég held ég sé komið lagið þegar heyrða hér rétt eftir. Þið búin að velja ykkar lög, drengir? Ég nefnilega búin að velja mitt lag og ég mjög spenntur að leyfa ykkur að heyra það. Þá förum við bara í flottulakeppnina hér strax eftir auglýsingar, ekki missa því. Toyota, gull, léttöl og skór.is kynna Hlustendavelunin 2018. Flottasta tónlistarpartí ársins í beinni útsendingu á Stöð 2 frá Háskólabíói laugardagskvöldið 3. febrúar. Komdu á vísir.is til að kjósa það besta í íslenskri tónlist á síðasta ári. FM 957, Exi 977 og Bylgjan. Hefur þú ekki lokið framhaldsskóla og langar að auka möguleika þína á vinnumarkaði? Pantaðu ókeypis viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa og við hjálpum þér að taka næsta skref. Næstaskref.is. Bacon Gordita Crunch, grillað flatbrauð fyllt með baconi og osti, vafið utan harða tacoskeir með nautahaki, pepper jack sósu, fersku káli og osti. Taco Bell. Ein stærsta útsala landsins í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, af öllu hjarta í 30 ár. Original Glazed kleinurhingurinn nú líka fáanlegur í Hagkaup Garðabæ, Spöng og á Eiðistorgi. Krispy Kreme. Við erum í Fellsmúla, Smáralind og í Mjóttunni og með opið allan sólarhringinn. Lengur ef með þarf. Dælan, Fellsmúla, Smáralind og Mjóttunni. 27. janúar á Stöð 2. Gæti verið undir Kim Jong-un +3. Við erum með flöskuborð uppi. Haldið ykkur fast. Það er lítið skingukall. Spennið belti. Vandaðu mig þá! Og gerðið buxurnar ofan í sokkana. I had a good ride. Steipustöðin snýr aftur 27. janúar á Stöð 2. Þess veistla maður. Það eru Steipustöðin og Leys sem færa þér Steipustöðina á Stöð 2. Frí áfylling á kókið. American style. Gerðu betri kaup á Canon í Reykjavík Photo. Lifðu fyrir söguna með Canon. reykjavikphoto.is. N1 Ártúnshöfða, N1 Lækjargötu í Hafnarfirði, N1 Stórahjalla og N1 Háholti í Mosfellsbæ. Á þessum 4 stöðum færðu skíðapassan og gott nesti áður en þú ferð í fjallið. N1, alltaf til staðar. Tösku- og hanskabúðin, léttar og góða ferðartöskur. Skoðaðu úrvalið á th.is. Tösku- og hanskabúðin með Hlemm. Besti hvíti rússin í heimi á Lebowski bar. Það alltaf veganúar hjá okkur. Hard Rock Café. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Við erum að hlusta hér á FM 95 blöð og það komin tími á dagskrálið sem heitir flottulagakeppnin. Og ég verða að viðurkenna, ég er pínu stressað með þemað sem hjá okkur í dag. Við erum það allir. Sko því að ég er að henda alveg í væmi lag, sko. Já, ég líka. Eins og ég sagði það, við ætlum að reyna að vera rosalega honest með þetta. Og það í fréttum í dag að fólk að hætta saman og svona. Já, og ef við setjum okkur núna bara í þessi spór að það var verið að yfirgefa okkur, þá við erum að fara að gera það. Já, og þú mátt bara senda eitt lag á stelpuna og þú ert að reyna að vinna hann tilbaka. Má ekki standa með því að neitt, þú ert bara að senda linkin á lagi. Þú veist, það má kannski vera ein setning, kontu aftur. Einn emoji kall kannski. Já, eða bara var hugsað til þín kannski. Var hugsað til, eða
gerðu það ástu mín, komdu aftur og linkur. Þetta rosalega Þetta svona einhver einsetning og linkur. Ég vill vel ekki byrja þetta. Ég eini, ég farið á Celine Dion tónleika. Ég hef ekki farið á það. Þetta vel gæst. Ertu með Celine Dion í dag? Þessi tónleikar sem ég farið á það. Viltu hætta að reyna að fá núna strax punkt í kladdan fyrir einhver mjúk atkvæði þetta? Valdurðu Celine Dion lag? Já, ég er bara orðum að þannig, ég er mikill aðdóðandi. Mikill aðdóðandi. Steinn er íðlega fyrir að koma sterkar inn. Það kemur bara ljós, hvað ég vil. Sjá til, ég held að það sé tímabært að þú byrjir. Ég er bara hrættur við að byrja þetta ruglmaður. Svo, en málega blöð, þetta er alltaf auðvelt fyrir þig, því að þú ert með heilan playlista sem heitir Cozy Blue á Spotify, svo getur valið úr lögum, sko. Ég viðurkenni þetta lag er á honum. Það er eins og sérst í rauninni, það er eins og gangir í gegnum break-ups hverju einustu helgi. Nei, þetta er bara þægilegu listi til að hafa út að spila. Þetta er svona, þú hlustar á þetta heima hefur undir feld og... Get ég farið á Spotify og fengi bara aðgang að Cozy Blue? Já, mjög létt. Mjög þægilegt, ég er með þess að ekki að hrósa á þetta þegar fólk var í prófum og svona. Ég er að fara að hjóli í það. Já, og líka fyrir það sem eru að gangi gegnum erfiðan tíma, þá er Cozy Blue 646 followers á Cozy Blue. Er það? Já. Ég vissi það ekki eins og 646 manns að elda Cozy Blue á Spotify. Vel gert, ég fengi hrós fyrir hann. Ertu duglegur að lauma inn ykkur? Þú þarfst á updatean. Já, ég fara að vera duglegur núna, fyrst að það eru konið 600 followers. Já, stíku þennan bænu, sett inn allavega 2-3. Heyrðu, veistu hvað? Gerðu ykkur greiða. Settu þessi 3 lög í dag inn á listan. Mitt er þar inni. Er það inni? Í guðuna bænu settu okkar þar inn. Styrstu listan. Það verður ekki að lögur með. Líka vælið á þessum lista. Þegið það ég er með Celine Dion lagan inni. Ég er að vona Egil takki það, þá er hann sterkur í dag. Á ég að byrja þetta rögl. Já, byrja þú. Og Ötti, er eitthvað svona sem þú kannski vilt svona setja hlustendur í ykkur ákveðin spor áður þú spilar? Ég vil eiginlega bara segja sem minn, sko. Ég er stressaður að segja það. Hvar værur? Við ræðum það eins. Hvar værur núna, þú veist? Þú værir að fara að senda henni lagið. Myndur þú leikja á parkettun heima þér? Myndur þú vera allsbyr á dínunni gamli góðu? Nei. Parkettunum? Ég væri býta á ég að svara af alvöru eða er þið bara trúðast? Nei, alvöru. Hvað væri í bílunum? Nei, ég væri á stuttbuxum heima með mér. Upp í rúmi, örgulega með tölvuna svona í kjöltu. Með blöndu eða? Nei. Værið með eitthvað? Eitthvað afrættar eða? Þú veist, værið með rauðvínsglas eða? Já, kannski. Þá mannstu að skrifa ástæðbrífi, þá varstu að renna niður. Já, þá var ég að drakka. Það er glugg alltaf mannstu. Þú veist bara að þrýsta niður alveg heitli kipu þá held ég. Já, síðast ég var ekki búinn. En málega er að... Ég bjóða þar á Fosterspjör. Já, málega er að Fosters hefur alltaf látið menn gera furðulega hluti. Já, endur ég hættur að drekka hann. En þetta er gott, ok, núna ætla hlustendur að ímynda sig það. Auði er á stuttbuxum heima hjá sér með rauðvínsglas. Að banna að dæma. Auðvitað dæmir ekki. Ég ákvað að fara bara öruguleiðina. Þetta er uppáhaldssönguna mín. Hún er töffari og já, einn besta söngun heims. Ég myndi setja þetta á. Kynnilagið. You've been on my mind. I grow fonder every day, losing myself in time. Hún er góð þegið. Just thinking of your face, God only knows. Er ekki gott að byrja fólk afsökunar sem var í umferðinu og stilti inn á FM og veist akkur þegar lagið var? Er þetta ekki þemaði fyrir utan að þetta geggja lag, sko? Fólk stilti akkur inn á lagið. Já, við erum í flottulega keppni hvernig átt að vinna stelpu tilbaka. Veistu, ég ætla ekki að hrauna yfir þetta. Mér fannst þetta að vera strangheðalegt. Já, þetta er lagið sem ég myndur að hlusta. Ég ætla ekki að hrauna yfir þetta, alls ekki. Þú varst fyrst að því? Nei, alls ekki. Þú var flóst allan tíman. Ég sé að þetta er komin á Cozy Blue og þú ætti að beða að græða followers. Já, þú kom með einn í viðbót núna. Geggja. Það er auðvitað eitthvað sem er að gangi fylgjast með þetta. Sjá hvað laumar inn. Herðu, þá er ég, vilt þú vera næstur eða? Ég er næstur eða? Steindi næstur. Ég skal vera næstur. Hvar væri þú staddur? Já, það er nú góð spurning, hvar var ég staddur? Þú varst að tala um að þú var heima hjá þér. Ég var ekki fullur eitthvað stað. Nei, þú sætir svona reyður á okkur pub Hvítariddaranum og nýbúin að segja barþjórunum að hella í annað glas og þegja. Heldur ég myndi vera búin að segja heldur ég myndi hendi leave the bottle. Nei, veistu hvað, ef ég var honest, ég hugsa að ég er ekki svona rúndari, ég tek ekki bíltúra, mér er leiðilegt að keyra, en ég sé fyrir en ég sé fyrir mér að ég væri fullkomna heldur mér leiðilegt að keyra. Þetta er ekki mest leiðilegt að keyra um 12 miljónir á dag. Ég er bara óþolinmóður í umferð. Ég sé fyrir mér, ég væri staddur einhvers staðar í iðnaðarhverfi. Nú ætla ég að biðja hlustendur um að setja sér í spor. Iðnaðarhverfi? Ég er einhvers staðar, ég er bara að leggja bílinn í smiðjuveginn? Já, ég er bara að spyrja komast inn í þetta. Ok, ég er á smiðjuveginum. Nýkomna Goldfinger. Já, strákar, veistu, það er gætt að spila með þetta Goldfinger. Við verðum bara fyrir utan Blixmunarvík. Pappi vinnur það. Ok, ég væri fyrir utan Blixmunarvík. Þar væri ég. Ég væri á rauðu þrömunni. Ég væri sennilega grátandi.
og það væri rigning úti sem væri að berja á þakið og ég myndi senda linkin og ég valdi þú eru að byrja á sekundu svo við náum viðlæðinu þá er það 1.45 við byrja þar og þetta er Huey Lewis and the News og lagið heitir Stuck With You og ég myndi svona reyna kannski að fá hana aftur á svona hressunótunum. Það var ekki búnt. Fullri verðingu fyrir Huey Lewis and the News sko. En finnst ykkur ekki fallegt? Skilur við? Veit það ekki. Happy to be stuck with you. Já, kannski. Er það ekki? Það myndi ekki vinna mig aftur. Já, ertu viss? Já. Þetta var ekki nóg einlægt. Þetta var eins einlægt og þetta verður. Þetta er lagið sem ég valdi. Heyrðu lagið hans Blöð? Mitt var einlægt. Já, þú veist, það er bara munur á lögum fólk var að gráta í umferðinni sem heyrði lagið hans Blöð. Já, þú veist, þetta var mitt framlag, þetta var einlægt framlag. Já, við erum bara einlægt, það er komið að þér leil. Málið er þetta, ég teki eftir því í þessum kærnum undanfarið að þegar ég setja eitthvað lag á fyrst byrja Blöð að drulli yfir það í svona 40-50 sekundur áður nýttur að play. Þannig ég með nýja strategíu. Startu upp Blöð, við erum þá skiptum sæti núna. Nú ætla ég að íta bara play. Okkur sendur mig ekki bara lagi. Ég leggja á þetta eitthvað heila þó þjóðina áður en fólk kýs. Alltaf Þannig að En Egill, þú mátt segja mig samt eitt hérna. Getur þú sagt mér eitthvað svona eins og ég var í rauðu þröðinni? Skrítið það hérna neina. Nú ert að stjórna þættinu. Blöð komin heim þeir. En þú segir það Egill, ég var í smiðjuvinum einhvers staðar. Blöð var heima á sér. Hvernig væri svona þinn aðdraganda þessu? Ég sé fyrir mig bara, ég er bara inn á skrifstofu í vinnunni, bara komin í rútínuna, ég get heima í fótstellingunni, áfram gakk, næsta mál, en hugsa með mér, hörðu, ég þarf að gera eitthvað í þessu og Nei, þarna þurfti ég bara að taka takkan að þér, Egill. Þú mátt verið að bara reyna að útskýra þetta. Þetta er bara skilaboð sem er í textanum, þú veist, Byggi hvað? Eru skilabóðin sem sagt þú ert að hætta með stelpu Suck on my lollipop? Það voru skilabóðin? Hvað er þið bara að drukla sama? Þú varst ekki einlag, ég ætla rétt að vona að hlustendur, það er 511-0957. Þú átt ekki skilið atkvæði. Það sem hræði mér segir að ég held að hann hafi verið að vera einlagur. Er það málið? Herðu, opnum fyrir línuna. Ötti, hvað hétt lagið þitt? Mitt hétt One and Only. Já, mitt hétt Huey Lewis and the News, eitthvað Stuck With You, eða ekki? Stuck With You Mitt hétt Lollipop. Og atkvæðin eru fyrstur upp í hvað, 5 eða 4? Fyrstur upp í 5. Fyrstur upp í 5. Og þetta er ykkar höndum, kæru hlustendur. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvaða lag fannst ég svona besta break-up lagið? Ekki break-up? Já, fá tilbaka. Já. Þetta er rosalega öðvöld, þetta er gilsfæðing. Nei, ekki einhverju tekno-jámenn. Takk fyrir að hringja, Sandunur. Takk fyrir að hringja. Hlust ekki á þetta. Var komið punkt. FM. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað fannst þér best af þessu? Gils. Þú maður er með einlægni að opna sig. Hvað bullar þetta? Það nenni ekki einhverju væmni. Ég hefði búist kannski við þessu frá þér. Hefði þetta verið einhver kallpungsmiður að hringja þetta. It's a lady. It's a lady. Herðu, hún var að gefa mig punkt. Ég kom með punkt. Er það svona tónlist sem þú hlustar á ef eitthvað segir upp? Já, ég vil það frekar, sko. Hún nennir ekki að fá okkur væmni. Hún vil segja það. Takk fyrir að hringja. Nákvæmlega. Takk fyrir að hringja. Hún var einlæg með það. FM. Meistari. Halló. Hvaða lag fannst þér best af þessu? Gilsari. Það er En það er eitt í þessu. Hann hugsar út úr kassu, hann fyrir nýja leið. Nýtt og svo skólabókutæmis. Takk fyrir það, Kókur. Nýja leiðir, hann er að maður að senda fyrirhandi konu sem Suck on my lollipop. Þetta er bara hræðilegt, maður að opna sér við hlustendum. FM. Halló. Daginn, hvað fannst þér best? Ég er nú bara í ástasókinu sjálfur. Ok. Ég er ekki að ég fór næst að gráta að leiðina skil. Sko. Þú ætlar að velja það? Þannig að þú kannski svona þú saknar kannski svona sérstaklega þessa mómenta með fyrirhandi. Já, ég er líka leiðin að djammi hann að það slúð 2 flugur hérna ekki. Ég vona að skemmta konunglega. Það er ekki tættulega að djammi ástasorg, hann að farið valið að kalla minn. Við þekkjum það allir að drekka sér reiðan, það er ekki gott. Góða helgi verið minn, takk fyrir að hringja. Herðu, ég var að sleppa ég að taka næstin. Herðu, I wanna suck on your love. Jæja, guð minn góður. Frábært. 5-0. Næsta kjaftaði sem ég heyrst. Við varum að opna okkur. Já, þetta er bara hræðilegt. Hittumst í hádeginu og njótum hotlistunar saman. Spíran Garðheimum. Wonder Wipes þrýfur málingu, kítti, silikon, tjöru, lím, olíu, frauð og margt fleira. Wonder Wipes hreinlega virkar. Fæst á söluaðilum land allt. wonderwipes.is. Nú getur þið keypt skíðapassan og gott nesti á 4 en 1 stöðum áður en þú ferð í fjallið. Við Ártúnshöfða, Lækjargötu í Hafnarfirði, Stóra Hjalla og Háholti í Mosfellsbæ.
en einn alltaf til staðar. Réttur vikunar 1590 krónur í hádeginu. Bryggjan Brugghús þar sem Davíð kaupir ölið. Hefur þú lent í umferðarslýsi? Hvort sem þú ert í rétti eða órétti, gæti þú átt rétt á bótum. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Pítsur, borgarar, alvöru kjötsúpa og heimilismatur í hádeginu. Það gerist ekki betra. Dalakofinn á Laugum í Reykjadal. Undanúrslit NFL-deildarinnar eru framundan. Stöð 2 Sport verður sannarlega með besta sætið á sunnudag. Bomba! Wow! You earned it. Tryggðu þér áskrift síma 1817 á 365.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Snæland ísbúðurnar eru ferskar og góðar alla daga. Bragðarefur, shake, ís í brauði eða boxi og fersk jarðarber. Snæland býður 2 fyrir 1 alla þriðjudaga af öllum ís úr vél. Við búum til draumasófan þinn. Velkomin í heimsókn. Patti húsgögn, Bíldsögð 18. Íkort. Frábært kort til að versla með á netinu. Íkort. Til að hann muni eftir þér, þarft þú að muni eftir honum. Það bóndadagurinn í dag. Jói Útherji, Ármúla. Sumt bara betra en annan. Bacon Gordita Crunch, Taco Bell. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keiluvandamál að stríða. Elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Flottulega keppnin var að klárast. Þeir sem voru að stilla. Þetta var ekkert flottulega keppni með einhvern veginn atkvæði fórum. Nei, við auðvitað vorum hérna einlægir. Ég vissi ekki að værum í grínkeppni. Það er kannski að setja manna laga. Svo eru klættir málið það er að sannast að væmnin skila sig kannski bara. Væmnin er að deyja út einhvern veginn. Væmnin er að deyja út, því miður. Það er bara eftir svona 50 ár, það er bara væmnin game over. Ég trúi því. Það er ekki lengur hægt að vera bara þessi góði riddari sem kemur og... Nei, þetta var einhver grínkeppni og Egill vann hana. Ég er ekki vissum að keppnina fari 5-0-0 áður. Ég spáði að opna hennar rauða í kvöld. Já, það er alltaf langt síðan þetta fór. En maður kom eina spurningu. Klukkan er 17:43 og það er einhver búin að koma. Og spurningkeppnin, hvar er hún? Ég veit ekki, það var bara í að náma. Það var ekki svona klárað. Líka eftir hverju líklegastur og... Fyrir bara í spurningkeppnina. Já, bara... Það var ég annúna. Ég er bara ekki að fara að grenja. Það er ekki að fara að grenja neitt, bara... Þetta er King of Social Media. King of Social Media, það er þemað þetta. Þetta er eitthvað svo vilt vinna, sko. Ok. Og þetta er, ég las grein dagina sem að þetta er í rauninni eftirsögn til það vinnan í dag er að vera... Hvað er þetta að kalla áhrifavaldar eða eitthvað? Hvað er ennskórið þetta? Influencer. Ég held að sé ekki, kannski, það er vilja ekki allir eldastu það að vera einhverja snatt. Það er heita það vinnan í dag, Steinn, þú? Sættu við það? Ekki snatt en influencer. Já, en influencer. Þú veist hvað er vinna þín? Ég er en influencer. Það er sem ég er. Sættu við það? Ég hef alltaf kallað mig trendsetter. En þetta hefur verið til þegar ég var að vinna lagutum IKEA, þá ég frekar valið að vera influencer. Það viltu ekki bara byrja þetta? Spurningum 1. Hefur þú lækað mynd af vöðvingjanum berum á ofan á Instagram? Já, það er punktur og blöð. Það er alltaf myndina en það er þú ert ber ofan á þeim flestum. Þú ert ber ofan á þeim flestum. Það er ekki einhvern maður splæst í lækaði og geðið þetta. Allir það ekki. Það er 1-1. Þú varst náttúrulega bara ber ofan fyrir myndin okkar þegar við vorum að selja spilu okkar. Þannig ég líti að læka það. Ber ofan í úlpu. Hefur þú farið fullur á Facebook chatið eftir Jam? Já, því miður. Já, en ekkert, ég hef ekkert verið að skýta á mig þannig. Nei, ekkert alltaf. Blöðhendi já því miður, sko. Já, ég hef nú... Akkur sagði já því miður, Blöð? Nei, þú þurfum ekki að mæla með því fyrir á young listeners. Og átt ekki að vera á samfélagsmiðlum dauða drukkinu. Nei. Já, en ég hef alveg 100% verið að henda líka bara línur á ykkur, skiljur við. Já, ég fatt að það líka. Að pinna þetta vaknandaginn eftir það ekki og rann yfir það sem að sendi, það ekki? Það er núna mörg á síðan að maður fekk einhvern alvöru bömmur yfir, sann, jú, það getur verið þann. Já, hefur þú sendt dömu engaskilaboð eða svokallað private message? Hvað er það bara á Facebook og eitthvað? Þú getur sett PM basically á Instagram, á Facebook En það er ekkert endalega tengslum eins og þú heldur, sko. Nei, ég var að fara að segja, ég held ég gera það daglega. Þetta getur bara skilaboð, veist. Já, ég hef gert það. Það er punktur og blöð. Fáum báðið punkt. Steintor, punktur og þig. Sjálfs. Þú har sendt dömum skilaboð. Steintor. Hvað meinur, ég er að svara bara, það er verið að svara bara veislustjórnum hægri vinstri. Já, þú har sendt dömum engaskilaboð. Þetta er ekki döðsinn. Auðvitað.
Hefur þú sett mynd af þér og vini þínum inn og skrifa textan með þessi ekkert smá mikilvægur? Nei. Býtu, ég ekki skilið Það ég ekki gert. Það tala um að það tala vin minn. Þessi ekkert smá mikilvægur í lífi mínu sem kallina. Já, sem þú kannski að faðma eða hlæja með. Horfa okkur annan og hlæja. Nei, það hef ég aldrei gert. Þessi ekkert smá mikilvægur. Það hrikaleg líka alltaf hendi. Þetta kemur seint hjá mig, sko. Þetta hrikaleg. Hvað þarf að gera þetta að setja inn? Bara mynda þér á Sves og kannski þessi ekki smá mikilvægur. Hvað þarf að gera til að fá hana? Það væri kannski astnalegt á þessum tímum. Myndi maður ekki orða það kannski svolítið öðru sér líka? Já. Hérna, maður getur kannski hent frekari mynd mikið hrikalega þykir með vænt þennan. Eða, það er kannski það sama. Þú ert að leita eftir ykkur svona bara... Já, ég var til að fá mynd frá þér. Ég veist að væmnasta sem ég myndi hendi væri brósi og hjarta. Það er ekki væmið. Brósi og hjarta. Ég skrifa þessi mikilvægur. Já, ég skal gera þetta fyrir þig. Málið það, ég ætla að segja ykkur þessar sem heldur ekkert eitthvað til að monta sig á og það eiginlega bara skellur að vera. Ég voða lítið væminn og ég því miður ekki það rómantískur heldur. Kona mín gerir ekki annan að skamma mig fyrir að vera órómantískur. Ég meina þú sér að rómantíkina degi út, sér bara á hann, ég pakkaði saman keppnið 5-0. Það voru bara einhverju jámenn sem voru að hringja. Rómantíkin ekkert að degi út. Áfram þess að Hefur þú notað filter þegar þú setur myndir að þér inn? Já. Til að lappa upp á myndina. Já. Þetta ekki að tala bara svo Instagram? Já, ég bara viðurkenni þetta, ég hef verið ógeðslega ljósmynd og ég hef reynt að laga hana eins og ég get, bara með því að hafa mig bærilegri. Næstuði aukapunktur hreinskilni hana. Já, ég hef sett filter á Snapchat, já. Nei, hérna á Instagram. Á Instagram, já. Til að gera eitthvað meira sexy. Ekkert endilega, bara til að gera myndina flottar. Ég ætla að viðurkenna, ég hef tekið af mér mynd, ég hef tekið mynd, ég hef volið að taka af mér mynd, en ég hef tekið mynd af mér og einhverjum fleirum og ég ógeðslegur á myndinni. Ég horfi bara á mig, bara djöfull er ég ógeðslegur. Það verður allir fengið þessa tilfinningu. Ég er ógeðslegur svona mynd. Þá reyni ég að setja einhvern filter til að fela hvað ég er ógeðslegur. Ég hef gert það, já. Ég viðurkenni. Hefur postað mynd af þér og konunni skælbrósandi á Instagram eða Facebook og meðan allt er in the shitter á sama tíma í sambandinu? Nei. Þetta er nefnilega, sko, ég veist það, ég hef alltaf sagt þetta. Ef þú ert var við það... Sko, Instagram er ekki komið síðast þegar ég átti kærustu, sko. Nei, og ég er á því, ef þú ert var við það, að þú sérð trekk, þú sérð ljós, það hrinjir myndir af, við höfum rætt þetta áður. Ef þú sérð eitthvað par og það er verið að dælin myndum, allt í nú farið að koma 3-4 myndir í viku, hvað þau eru happy þessa dagana, þá er allt í rugli hér. Mark my words. Það er þannig. Ég ætla að sé margt til þessu Steinþór. Er það ekki? Ég held það. Já. Ef allt væri... Kannski er það bara misjæmt af fólki. Þetta er mjög spennandi. Það síðasta sem ég myndi gera, ef allt væri in the shitter, væri að posta mynda með brosandi með konunni. Það er svo skrítið. Hefur þú séð mynd á samskiptamili og blóðið í líkamannum fór af stað? Já. Það var í gamla dag þegar það var alltaf verið að taka mann inn á myndir á Facebook og maður vaknaði þunnur eftir þjóðtíð og maður fikk bara tauga á Já, hann er að tala um að það bara fengi stampínu að því og sást þú sást mynda og sér bara hvað hugurinn minn er langt frá þínum hálfvitin, ég ætti að vera að tala um að færi bara alltaf stað því að ég var stressaði, sko. Nei, ég hef ekki mikið blóð af stað að vera að skoða eitthvað myndir á samfélagsmiðlum. Hugsaði velum og þú getur verið Instagram skrollandi eitthvað. Þetta er nei. Dettur inn í search stresslið þarna. Þetta er nei, það er bara staðfest. Málið er Egill, málið er það, sko að þetta var fljótt nei hjá Blöð. Ræðum þetta aðeins meira. Nei, þú þarft nú held ég bara að vera úlingur til að upplifa þetta. Og fertugi kallmenn. Það er ekki fertugi kallmenn sem verður að skoða einhverja myndir á Instagram og bara það er stampin í stofunni. Það vitleisa er þetta, næsta spurning. Það er bara þannig. Hvað er mikið eftir þessari þvælu? Er þetta ekki að vera búið þér? Það er eiginlega að vera búið. 4 Það er bara ein eftir. Úrslita spurning. Ég veit ekki hefur þú hristið á samskiptamili? Einhverjum miðlinn, maður miðla eigin vali. Getur Instagram að Snapchat að Facebook hvað sem er. Það er bara, veistu hvað? Ég er ekki eins og sáttu það. Í dag Bruno Mars. Þetta er endar, kannski gæti maður kannski hlusta nokkuð svona á þetta lag ára verður flott og hinlauginas. Þetta heitir Finesse. En það er eiginlega bara komið að lokum hér í okkur drengjónum í dag á þessum fína föstudegi. Búið að vera þéttu þáttur. Fljótt að líða, þá veit maður að búið gaman. En vonandi hafið það gott helgina. Kæru hlustendur, hvað ætlið þið að gera, drengir? Eitthvað plan? Steindi þú þetta bara á morgun að vökkuð aftur? Já, við erum að fara á rosalett þorrablót á morgun. Þorrablót afturheldingar. Ég er fastagestu það við konan. Við höfum alltaf mætt síðustu bara örugglega 10 ár, eða bara sinni að byrja það held ég.
Þannig að það svona ákveðin veistla sem við erum að fara í og það svona ákveðin kvíði sem fylgir líka. Þetta náttúrulega, þetta gamli skólinn, þetta harka, það tekið á móti með staupum og þetta vesen. Hver spila balli? Ég held að Eyþór Ingi, Salkasól, Magni, þetta verður í alveg góðum höndum, þetta ball, Gísli Einarsson held ég að veislustýra, ég mjög gaman að honum, það bara gaman að fara eitthvað svona, mér svo gaman að fara svona að vera í frí, ég þarf ekki að gera neitt þarna, ég bara að fara að sitja þarna og vera svo trúður. Gilsi, erst þú að fara á Þórðarblót afturheldingar? Nei. Heldur betur ekki. Það verður gaman að fá þig samt. Já, það verður veistla. En að janúar og verð þjálfari í janúar smá álag, þannig að ég ger lítið annan að vinna þessu helgi. Þú verður í sporthúsinu? Nei, ég verð bara í sporthúsinu 24/7 basically út í janúar, en ég næði samt einni æfingu á morgun og fæ nýjasta GIF-kong Íslands með mér, Hjörvar Hafliðason. Kannski ég kom að taka æfingu með ykkur, ferskur. Út velkomin. Það verður að kalla hann Snapchat-stjörnu, ég sá það núna. Já, hann byrjar að búa til mikið að GIF, hann með eitthvað app sem býr til GIF, hann nú dælir hann nú þeim út. Já, sniðut. En við verðum klukkan 11:00 að taka handleiki á morgun. Já, ég mæti bara líka. Og Blöndalur mæta, GIF-kongurinn. Eftir basically að segja bara þeir sem vilja koma og horfa á okkur. Og Sverrir Bergmann að gigga í kvöld og hann sagði mér, ef hann heldur sér edrú, þá mætir hann klukkan 11 á morgun. Þannig fólk vil koma að horfa á okkur félagana, stakka okkur handleikina, bara velkomin. Við verðum mættir hér aftur næsta föstudag í miklu stuði. Sko, ég veit það var uppselt að báða tónleikana hjá Svessa, bæði á Græna hattinum og í Bæjarbíó. Eðlilega. En það eru sko tvö svona eitt og eitt sæti í Bæjarbíó laust, það er ekki að sitja saman, en ég myndi samt að taka það. Ég held að sé einhver 4 sæti, þannig að endilega tekkja því inn á miði.is. Hvernig svo veistla? 5. daginn. Þetta er bara dætt inn. Málega ekkert að sitja saman. Þú veist, þú fær bara á staðinn og svo þetta að finna út úr því örugglega. Þetta eru 4 sæti. Já, getur þú fært aðeins frá við komist þetta á milli, þú veist, það er ég með ekki sveitt við því. Nei, annars bara, já, eins og ég segi, heyrjumst við næsta helgi og hafið það gott helgina, kæru hlustendur. Shake, 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 shake. Huppu shake. Shake, shake, shake. Ísbúð Huppu, Selfossi, Álfheimum og Spöng. Við erum í Smáralind og Mjóddinni, til dæmis fyrir þá sem að nota hlé í bíó til að fara á dæla. Dælan, Smáralind og Mjóddinni. Og gleymið ekki fersmúla. Láttu það eftir þér að líða vel. Serrano, Fresh, Happy, Max. Enski barinn kynnir. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Þú færð MSA fallvarnarbúnaðinn hjá okkur. Hafsport.is, nýbílavíð 14. Kaldir fætur, kuldaskor á alla fjölskylduna í miklu úrvali. Skórnir þínir, Smáralind. Skórnir þínir.is, fjölskylduskópuðin þín. Kvistnós bátur vikunar er Carbonara. Gómsætur bátur með kjúklingi, beikoni, mozzarella osti, sveppum og bacon alfredo sósu. Kvistnós, við erum á Ólís. Fyrir ný, fyrir gömul, fyrir stór, fyrir smáhús. Velfag, vinduer for lífið. Faris.is. Ég sem var að velta þig fyrir ykkur hvað ég var að segja lók síðustu umsengar, þá var það á frönskunni Coup de moi. Ferri.is, fagafennelluðu. Turmeric, engifer, ananas, rauð paprika, svartan the juice. Skellt við á skíði og komdu við á N1 Ártúnshöfða, N1 Lækjargötu Hafnarfirði, N1 Stórahjalla eða N1 Háholti í Mosfellsbæ. Þar færðu bæði skíðapassan og gott nesti. N1, alltaf til staðar. Enski barinn er eini alvöru enski barinn í Reykjavík. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957.